Dogsón live beinni frá Hamraborginni, Maggi Matt, Tómas Steindorsson og Gunnar Birgisson. Það búið að vera mikið í gangi á Gunnar greinu. Sko, ég var vitni að einhverju mesta cooking session sem ég séð í morgun. Maggi Matt bragðar yfir úr garðinum, segir að Sami Kamel sé veikur. Minn maður, GB, blessaði Maggi. Er í smá insight hérna frá Keflavík. Sami Kamel Sami Kamel er veikur, þetta fakt. Ekki Matt var að hringja í mig. Fyrsti maður á blaði, fyrsti maður með Louis Vuitton snirtitöskuna í Laugardalinn var Sami Kamel. 3% vita. Ja, 3% vita, það kærlega fyrir þetta. Gunni, Mosso brósar, það sveitamaðurinn, hann gleipir bara svona frá sinni. Shit. Já. já, segir Já. Þetta var Ég vona bara að nái sér allavega heilan leik. Hann hefur nú ekki spilað marga leiki undanfæri, hann hefur verið svolítið fjárverandi. Eigum við að byrja að kíkja á liðin? Við þurfum ekki 90 frá hann. Sko, málega það að hér er Mosso brósar og við hérna Suðurnesjamenn og sikkur kantinum. Gunnar Birgisson, þú veist að vera mjög hrifinn af Keflavík. Já, fínt lið bara og afturhaldingarlið sömuleiðis. Þetta eru bara tvö mjög öflug lið og hérna. Er eitthvað sem kemur óvart? Eitthvað? Nei, hann svo sem Bara minn maður, þessi hestmassaði sköllótti skelveri. Arnar Gauti? Já. Það þurfti einhver að víkja Spýta, settur á spýtuna. Hann var settur á fyrir spýtuna. Elmar Einarsson Tjókic. Þannig að þetta er svona nokkuð hefðbundi Sævar Atli í byrjunarliðinu sem er svona kannski, hann heldur sætinu sínu og sem bara flott. Er það ekki rembingur? Ungur uppalinn strákur. Er það ekki rembingur? En alltaf í startinu, ég sé mjög lítið koma frá hann. Já. Svo pappa stjálfaði mig í 7. áttaflokki. Ég bara, hann er alltaf í liðinu. Já. Það er eitthvað þarna, ég meina Kári Sigfússon byrjar að sjálfsögðu, Frans Elva sem að sér alla reynsluna Keflavíkur megin, auðvitað afturhalding miklu meiri peningar, auðvitað með Jökul Andrisson sem er kannski eitt sem allra best borgaði í deildinni út með Sigur Pál sem að spila alltaf fyrir stóru seðlana. Nei, þetta er allt vitlaust sem þú ert að segja. Og Aron Jóhannsson. Hann spilaði fyrir stóru seðlana. Já. Fór úr fram, flottum tjekka, betri tjekki í Mosso og niður deild. Það verður áhvert að sjá hvort það verður peningarnir eða reynslan sem tæki þetta allt saman í dag. Þessi leikur auðvitað hefjast á Laugardalnum. Gunni Birgis með augun á þessum leik. Gunni Birgis líka með augun á Arsenal Leicester. David Ræja, þrátt fyrir mistökin síðustu helgi á heldur á stöðu sinni. Gunnar Birgisson, er eitthvað annað áhugavert í þessu? Mistökin sem að sneri baki í skot. Það er svona, í markmannsskóla er það kent að það er bannað. Já, einmitt. Nei, það er ekkert aðtugavert að Ben White er fjárhundur. Ekki kátur? Jú, ég er kátur. Hvað er þetta stress? Nei, alls ekki. Það verður mjög gaman að vera þetta með ykkur í dag. Nei, annars ekkert. Calafiori heldur sætinu sínu og Timber. Það eru skilabóð til Ben White. Hann er utan hóps, hann er meiddur. Já, hann var ekki í liðinu síðasta leik. Já, meiddur líka þar. Hann kom inn á. Já. Þá ert ekki meiddur. Já, hann var að glíma við smá vælimeðsli. Þú skilur mig vonandi. Þetta er leikur fyrir Bukayo Saka. Þetta er leikur fyrir Bukayo Saka. Það er gott, ég meni fantasy. Everton Palace. Ég er með bandið á hann. Förum í Brentford Vestham. Já, ég ætla að vera með fullan fókus á þessum leik. Núna. Ég alltaf svona það drepur áhuga munum svona 30% á leiknum þegar Antonio byrjar í startinu. Já. Hann er gjörsamlega búinn, sko. Ég hefði viljað sjá Summerville hérna á hægri, Kútus vinstri, Bóin upp á topp, en maður fær ekki allt í þessu lífi. Já. En náttúrulega fullkrugg, harmsagan, hún heldur áfram. Já, hún gerir það. Þetta var svakalega spennandi í sumar. Það var dundur honum inn á EM. Svo eitthvað núna komið september, hann er 31 árs, alltaf meiddur. Það er ekki alveg spennandi. Það er ekkert verið að spíla núna. Deildin byrjaði ekki fyrir í nóvember. Já. Tekur bara tíma fyrir hann að trakka sig í gang. Já, ég ætla ekki að gefast upp á hann strax, sko. En við erum að horfa á flekkan, við vonum allir hann. Ég er rosalega hræddur við hann Mbuemo. Já, eðlilega. Það eru svona gaurar sem skora alltaf á móti Vestam. Kíkjum aðeins á Chelsea, Brighton. Hér er það. Jadon Sancho og Nonni á köntunum.
Casado Fernandes, já, þetta nú vel mannalið hjá Chelsea, Cucurella og Gusto. Ben Chilwell fekk nokkra mínútur á vellinum daginn. Rutter frammi með Welbeck og Mitoma. Búin að byrja þetta ágætlega. Brighton menn sjá næsti leikur Everton Palace. Þetta pjúrista leikurinn í dag. Já, þetta svona ekta leikur fyrir pjúrista. Já, það mikið af svona pjúrista leikmennum þarna. Já. Tarkovski og Pickford, það svona pjúrista leikmenn. Adam Morton, pjúrista leikmaður. Já. Dwight McNeil í og Mateta. Ég verð með einhver augu á þessu. Já, verð með einhver augu og ég get alveg lofað þér því. Og svo það eitt feitasta liðið til Nottingham Forest, Anfield Banarnir, mæta Fulham. Þetta já, Chris Wood, Avoni byrjar hann í leikbanni minn maður. Hann Morgan Gibbs White hann meittur. Veit að búllismennur að fara yfir þetta akkurat núna hann gjörglega meittur. Það held ég nú Hvað segirðu? Hann fekk rautt auðvitað í síðasta leik, hárrétt á móti Brighton. Hvernig gæti maður gleymt því? Bassey Andersson. Já, þetta bara eins og það á að vera. Það einu leik lokið nú þegar. Newcastle og Manchester City gerðu 1-1 jafntefli. Við erum farin að kynnast í núna hvernig lífið án Rodri og maður svo peppaður að Rodri vanti að ég keypti mig með á Old Trafford á morgun. Ég hugsa með þú ert að fara? Let's get back in the title race. Ég ætla að vera mættur í hádeginu, ég ætla að syngja úr mér lungun. Já. Og að fá hérna myndir af Ben White í stúkun, hann með hvíta húfu í hvítri hettupeysu, svona sérstakt útlit á kallinum. Það svona eitt kannski myndarlegri leikmannu deildarinnar. Þín skoðun, þú rétt á henni. Já. Ég var nú látin velja myndarlegasta leikmann í Dominos-deildinni. Já, hvað tókstu? Þetta verður byrkt í kvöld, má maður segja frá því. Nei, góðum með svona 4-5 sem eru hugulegir. Ég var bara einn maður sem myndi að tjók. Það var Hlynur Bæringsson. Já, einmitt. Svona þínum aldrei, sko. Já. Ég svakalegur Óla kall. Já. Hann hugulegur. Já. Ég var svona að reyna að gera þetta faglega. Svona, hver væri þetta flottur þegar hann væri komin í jakkafötin og svona snirtilegur. Það væri líka svona freka skrítið þú myndir pikka eitthvað 19 ára gaur, sko. Já. Það væri freka skrítið. Það væri mjög sérstakt. Það er rétt. Það er hár rétt. Eins og maðurinn sem valdi Hurtseller sem sinn tengdapappa í enska boltanum. Það var sérstakt pikk, sömuleiðis. Nú í þýski boltinn farin á flegi ferð Leipzig að vinna Augsburg 2-0 og svo þessi leikur Bayern á móti Leverkusen klukkan 4:30 í dag. Það var ekki nema 500.000 sem sótti miða á leikinn. Bayern, þeir verða svangir þegar illa gengur. Dominos Ace, ég veit að Hjörvar og Gunnar á svæðinu ekki komið með 7 pítsur. Bara höfum þær við erum komið með líka ágætis liðstyrk núna. Ég var í rauðin í gær 2 dagar rauð, það er ómikið. Já, mátt alveg við því, ég skal lofa þér því, en kannski höfum ekki 7 stykki á strákana, við þurfum ekki 7 pítsur. Udinese að tapa á heimavelli fyrir Inter og þetta svona allt saman að renna í gang. Drengir, bara ef ég byrja á Gunna og færi mig svo út, hverjir fara upp? Þetta Keflavík, þetta þekkingin eða þetta nýja brumið frá Mosó? Gunnar? Ég held að svona lið fólksins í þessum leik verið afturhelding, ég held að það sé alveg komið tími á að við sjáum kannski einhverja nýjungar. Löngu komið tími á Mosó. Hvað aðan? Á hverju ekki búin að eiga lið fyrir löngu? Það hefur bara vantað svona herslumun sem Maggi að koma með hann. Og þú trú? Ég hef trú, ég hef mikla trú. Við erum að sjá magnaða myndir frá Laugardalsvellinum þar sem að þeir taka hringin og það er ekki byrjunarlið. Það er allt lið. Þetta er núna sko. Tómas Stendorsson, þú bæði faglegur, sængjarn, pínu grófur. Stundum. Hvað heldur þú? Ég held að þetta verði afturhelding og ég veit það líka fyrir víst að það eru margir Keflvíkingar sem vilja ekki að Keflavík fara upp í fótboltanum. Það eru þessi körfuboltaþengjandi. Keflavík körfu, þeir eru alltaf betri þegar Keflavík næstefstu í fótbolta. Þannig að Það þekki nú þessa eyðimerkugöngu hjá þeim í körfuboltanum og maður svona mannvinnurinn í mér hann vill sjá þeim ganga vel þar. Allir krakkar í körfubolt sem geta eitthvað, þau velja fótbolta sko.
Nei, veistu einn sem hefði getið orðið góður í fótbolta Martin Hermansson Ég ætla að segja Martin Í Keflavík Já, í Keflavík Valur Valsson var frábær í körfbólta en hann náttúrulega skaffyringur Er ekki skaffyringur? Já, frábær, ok, góð rögg, flottur Maggi Matt, real talk Ég með einn hérna sem að Óttur Sæm, hann ekki þínum aldrei Hann hefði getið orðið góður í fótbolta Allt í lagi Já, það var ekkert meira það Hann hefði getið verið fínn í víði Já, þeir talaði, ekkert meira það Nei, ekkert meira það Nei, Hann getur verið fínn í víði það verður einhverju víði Já, við erum báðið svona semi og garðinum Maggi, hvernig heldur Það er 1-0, það er 1-0 fyrir Brentford 1-0 fyrir Brentford, það komið mark strax Mbeumo Það var vita Hann var með hann, þú varst með hann á selnum, eða ekki? Nei, var ég með hann? Já, ég var með hann Já, þú varst með það Þetta er Mbeumo, þetta er Glenn Murray Þetta er Maupay Þeir skora alltaf og mótið það var bara vitað Það er gott að það sé bara komið frá 40 sekunduleiksins Við svona skikja hérna á seðlan okkar og hér er þetta allt saman Maxinikurinn er búin að hitta Ég er með rosalega spennandi 8,29 Everton vinnur, Chelsea vinnur og Middlesbrough vinnur Tommy, hann er með jafntefli á Chelsea Brighton hann er með afturölding sem vinnur og að Mohamed Kuto skori í venjulegum leiktíma Það er komið að kútnum núna Maggi, Matt, ekkit.net hann segir að Arsenal vinnir með 2 eða meira hann segir að Brian Mbeumo skori dottið Sindri Snær Jensson fær gulls Magnússon Jensson er í Dortmund Sorry, ég er að tala um kongin núna, ég glemtur hann er að sjálfsögum með geðveikan seðil og svo er hann með yfir 3 mörk í Chelsea Brighton Gunnar Birgisson, segðu mig frá seðlunum og gerðu það rætt Það er afturölding vinni einvið, svo erum við með náttúrulega Breiðablik hvernig getur náttúrulega orðið Íslandsmeistar í dag Kai Havertz, svona, þú veist, ég held að verði margir leikmenn sem að skori hjá Arsenal í dag Kai Havertz og Bukayo Saka verða báðir held ég á skotskónum og svo Chelsea tapar bara ekki fyrir Brighton þeir hafa ekki tapað fyrir Brighton, ég held að þeir hafa tapað einu sinni í síðustu 10 leikjum eða eitthvað Já, það er áhuga að vera tölfræði við erum með Daniel Ólafsson sem ætlar að fylgjast vel með kvennaboltan það er svona hans aðal dæmi og hann hringdi mér snemmi í vikunni ég sé kvennaboltan sem er aðeins svo sem marki hjá Brentford var að fara að bjarga mér eða hvað Það er bara staðvist á það Þetta var mjög, já, mér sýnist það að vera mark Þetta var bara mjög snirtilegt, hann svona kliftan á lofti Mbeumo, það var svona klass í teiknum og já, boltinn í loftinu og hann bara kliftan lítið við þess að gera svo sem henni, Antonio segir nei, ok Haldið þetta hjálpi eitthvað hérna afturölding að hafa spilað hann lengi fyrra Ég held að hjálpa helling Ég veit að, nei, ég meina Laugardalsvöllurinn bara hjálpar þeim ekki neitt sko Ég held að það sé nú bara bottom line Sko bara rósa á vallastarsminna það voru einhverjir að tala að völlurinn getur mögulegur lélugur og völlurinn geggjaður Já, úr fjarska, já Þá lúkar hann að vita Hvað, er það að segja þessi ekki góður það? Ég gerir ráð fyrir ekki, nei Já, það er alltaf eitthvað hjá Gunnari Birgisinni Heyrðu, mér finnst bara mjög skrítið að þetta sé það áður með höldum áfram Ég verði til að sjá þetta bara góðu gerðursi Sáðið þinn þátt, Tómi Stendus hérna vikan með Gísla Martini ekki Nei Heyrðu, Benedikt Erlingsson var þarna og hann var þarna rapp einn af mínum uppáhaldsrappurum hérna kona úr hérna Reykjavíkur Þórdís í Reykjavíkur Heyrðu, hún var að segja frá heyrðu, við erum nú hérna Facebook-vinir þú addaði mig fyrir 2 ára síðan og gaurinn fumbled a berry í beinni Þú veist, hann hefur bara verið eitthvað og hann var eitthvað, já, ég man ekki eftir að hafa addað hann hefur bara addað henni bara eftir nokkra bauka og bara nælt í eitt good shit add hann fumbled a berry got in 4K þetta var unbelievable þetta var svo vandrarlegt og svipurinn á hann var bara ákveð fumble a berry svipurinn þið vitið þú nýbúin að fumble a berry Sindri er að hóta gulu eða strax Maggi Matt er náttúrulega með 3 börn þannig að hann er ekkert að pæla í neinu svona lengur Ég segir eitt, já bara á hérna Sindra, nei hérna vikuna, ég var inni í kvöld Já, það er inni Já, inni Heldur betur, það er komið markað sjálfsögðu í Lundunum þar sem að Brentford eru komin yfir á móti West Ham Það er stórsókn á West Ham núna sko FH er komið yfir á móti Breiðablik FH er komið yfir hjá stelpunum á móti Breiðablik Daniel Ólafsson að pinga okkur með það Já Þannig og hann trilltist líka þegar markið kom Heldur betur og það eyðir eitthvað svolítið bettið hjá þér Nei, hvað mennur yfir 2,5 mörk á Breiðablik Já, var það bettið, fyrirgjöf Ég held að var ég og ætlaði myndi vinna með 3 að mér Er eitthvað að gerast í leik hjá Arsenal, Gunnar Birgisson? Nei, þetta finnur rólega á stað Eða hvað? Nei
Leicester eru hérna, við erum að þetta svona þessi svampur sem að Arteta býr til að fá liðin á okkar vallarhelming og keyra svo á það eins og að gerast bara akkurat núna. Calafiori með mismunandi fram á því. Willum og félagar í Birmingham lendir undir á móti Peterborough. Darren Ferguson ennþá að stýra Peterborough? Tjekkið á því fyrir mig hvort að sonurinn sé ennþá að stýra þar. Nú, já, það verið að spila alla. Hárrétt, Darren Ferguson ennþá og þeir eru að lendi því Tom Brady og félagar að lendi í Ferguson fjölskyldunni. Og Willum í startinu í þessu. Willum startar og Alfonso á bekknum ef ég þekki þetta allt saman rétt. Já. Við kíkjum áfram, við skoðum áfram hvað að frétta. Sjá. Já, hér var að skoða af hverju Arnór Gauti ekki í startinu í ÖMFA, spyr Kongoló. Ég held að þurfi bara einhver að víkja og ég held að sé allt í lagi kannski eiga hann inni bara. Það samt reynslan sem vorum að tala í seinni hálfleiknum. Já. Ég ángriðs haldið að hann væri maður til að svona reka smiðsökið hana. Maggi kannski í einhverju 70 skák. Samano byrjað að syngja Walking Along, singing a song in a dark wonderland, segir Samano 19. Síðustu 3 PL-leikir í röð hjá Brentford hafa skorað á undir mínútu. Það rétt? Það rétt? Já. Brighton komið yfir, 1-0. Brighton komið yfir á móti Chelsea. Ég sett á Chelsea. Geðveikur skalli maður. Geðveikur skalli, segir hver skoraði? Sýnist það Rutterinn. Það Rutterinn maður. Já, hann ógeðislega góður. Ég held að það gefa honum sé miklu meira en að hafa verið Leeds og núna í Brighton. Já. Svaðalegur skrokkur. Hann meiddur líka. Stór og stælur. Já, hann þurfti að fleia sér í þetta einvígi, sko. Já, menn þurfa að fleia sér í skalla einvígin. Við erum auðvitað fumbled a Barry Car in 4K, segir Auðun Þór. Það rétt hjá honum. Má ég sjá. Þetta allt saman að byrja og þetta allt saman farið af stað. Við sögum frá því að FH-stelpur eru komnar yfir á móti Breiðabliki í þessum tvisti í kvennaboltanum. Það verður úrslitaleikur næstu helgi. Breiðablik Valur. Valur Breiðablik. Réttara sagt. Sáðu það að Hemmi Hreiðars í gær valdi Darren Bent frekar en Jermaine Defoe. Svo fór ég að skoða rekordið og Darren Bent, sko hann sagði bara hann var með svona blistering pace sem að Jermaine Defoe var ekki með. Nei, er hann ekki 100 mörg pluss í Premier League? Darren? Já. Er hann það? Ég er að segja ykkur að þetta er bilaður skalli hjá Rötter. Já. Fyrir hann í risa trafík. Já. Ruslar sinn. Já. Ángríns, elskar svona mörg, sko. Heldur betur. 106. Vel gert klúbnum. Hann í 100 marka klúbnum. Þetta litla skákin hann á niður Laugardal. Það verður svona. Mér finnst þetta aftölding vera svona örlítið beitari. Svona þóttu sér bara 7 mínútur linar. Mér finnst það vera feskari. Sáu hver línan var yfir skoru mörg í þessum? Ég held að undir 1.5 sé svona. Nei, ég held að það hafi verið 2.5. Pottet verið 2.5. Ég horfði á 2.5 fyrir 1.8 eða 1.9. Gunni Birgis ferði í lettaran veldingi vinnur. Já, það er lettari. Lettari í, sko, náttúrulega svart og rautt fyrir vel saman. Sík, sneið, Elias Pattinsson. Ef afturhelding fer upp ná þeir 15 stigum í deildina bestu. Sneið. Er hann búin að rekna það út? Hann búin að rekna þá. Andris Andrisson að horfa frá Halmstad. Voru þið búin að heyra af hérna samt fömblinu hjá Mosó að það er búið að bóka eina samkomuhúsið í Mosfellsbæ? Fömbluðu þeir eina samkomuhúsið undir ársþing Viðreisnar? Ég sá þetta í morgun. Þvílík tímasetning. Ætli það sé mest boring viðburður bara í heim. Ársþing Viðreisnar, það verður ekki verra. Það verður eitthvað farið úr skeiðis í bókunum Hver er að sjá hlékast? Við skulum ekki er það Einar Hrafnsson? Nei, við skulum ekki name and shame. Nei, það er ekki Einar Hrafnsson. Það er ekki Einar Hrafnsson. Hann sleppur í þetta skiptið. Hann sleppur í þetta skiptið, blessaður. Wolfsburg 1, Stuttgart 1, Heidenheim að vinna Mainz 1-0 fyrir áhugasama. Nicholas Jackson, hvað gerast? Nei, hann er að drulla á sig. Já, ok. Það er 3-1 fyrir Inter á móti Udinese, Fratesi og Lautaro Martínez með 2 mörg. Nú, Kári minn, farðu varlega með boltan. Birkir í búli sneglir á mig alltaf þegar að koma mörg og þegar eitthvað stórt gerist.
verður eitthvað epic dog zone tilbúð spyrja gestir, ég að kukka hér í róleitunum, eigum að skoða betbildurinn okkar Kamel Það eru Kamel Beint á jölar Þurrum meira Kíkjum aðeins á betbildurinn okkar sjáum hvað að gerast í betbildurinnum okkar, við vorum með 10 í stuðul, Bukayo Saka anytime, Arsenal yfir 5,5 hótt, Oliver Skip yellow card og Arsenal skorar 3 mörk eða meira. Crystal Palace leikurinn fyrir pjúristana, hver skoraði? Það pjúrista leikurinn góði Mark Gehi Mark Gehi sem að Chelsea gáfu frá sér búin að koma Crystal Palace yfir, var þetta fallegt mark, veit einhverju það? Nei, við veitum það ekki. Pjúrista leikurinn fær að mæta ágangi. Já, í þetta skipti. Já. En við hugsaum betur hann seinna. Sigur pappin var að fá betbildurinn sinn og sá var sáttur. Nú það er spurning hvort að Bullis gerir kannski, ég var búin að það var svona smá Ertu hvað undan okkur með þetta? Umræður, nei, ekki með þetta. Það voru svona smá hann er að horfa á Arsenal, ekki náttúrulega fyrkt í þessu. Ekki með Arsenal, já. En það var svona smá umræð, mér langaði bara að fá kannski ykkur líka, þetta er svona hvað gerist næst spurning, ég hef alltaf skemmtilegt það er alltaf gaman í svona spurningaþáttum, þetta er svona hvað gerist næst, þetta er sem sagt Stolli Twente frá Hollandi að spila á móti Manchester United, vitið þið hvað gerist næst? Við pössum okkur eitthvað ekki að playa á þessu því að við höfum ekki sýningar. Nei, þetta er bara, ég sé þess að sögu sem oft, það er bara tróðið á nær. Tómas, vilt þú giska líka? Já, ég held að ég verið að sammála. Flestir hefðu gefið hann fyrir markið. Hann skýtur, hann skorar. Heimamenn er góður, Twente þarna. Ímir Kolka cooking og svo brosa. Ímir Kolka afturöndinga ekki fljótar í efstu dild bara í körfubolta. Sækja bara nokkra kana og málið dögt. Miklu færri í liðinu. Við máttum ekki ræða körfubolta hérna áðan. Við máttum ekki blanda körfubolta hérna áðan. Ímir Kolka var að koma. Grimsby lendir undir á móti Carlisle, marktröðin hjá Jasoni heldur áfram. Er þetta á Blöndel? Ég ringi alltaf í playerina mína þegar þessi Mosóstráka fær í atvinnumennsku. Strákar, ekki hafið vélina áfram úti. Hann á leiðinni heim aftur. Hafið vélina áfram úti. Hvenær tökum við hópferðin að þangað samt? Við verðum að fara. Grimsby verður. Hann ekki rángur það. Stórsókn Keflvíkinga heldur áfram í Mosesbænum en afturölding halda og Laugardalsvellinum. Hvað sagði þetta væri? Í Mosesbænum? Já, þetta er eiginlega í Mosó. Jason er dottinn á bekkin, við ádrýjum okkur út meðan hann er ennþá á mála hjá þeim. Jason er harður, hann er ekki að fara neitt. Svanþór er búin að aðlan þannig upp og náttúrulega móðuna sem er svona fylgin sér. Já. Daniel Örd segir fílinn í herbygginu, Erling Haaland, hvað skal segja? Við rættum þetta ekkert. Nei, við rættum ekki. Gunnlaugur Fannar, hann er mættur í bókina. Nei? Engin í bókunum, hann er bara með heldur spjöldunum vel að sig Sigurður Hjörtur eitt sá allra besti í bransu. Það er náttúrulega eitthvað búin í enska. Já, við sögum þar á því á hann. 1-1 jafntefli hjá Newcastle og Manchester City. Birkir í Bullis er hann að segja eitthvað, Birkir í Bullis er hann að segja eitthvað. Já, Getafe með 2-0 sigur á móti Deportivo Alavés. Tinna alveg búin að missa það núna. Hún virðist alveg sprungin á limminu þess að dagana. Hér er Kai Havertz eitthvað að elda. Kai Havertz. Þetta er hálfstýrbusarlegt hjá Arsenal. Nei, þetta er einmitt svona freka free-flowing. Júrian Timber með sendinguna fyrir. Já, haldur hún lístu leiknum aðeins? Nei, ég hugsa Leicester á Emirates, ég held að þetta sé nú þetta ætti að vera fórsatrið 3-4-0 ætti nú að vera í kortum. Eru komin einhver hotning í þetta? Fyrir betbildurinn okkar. Frábær spurning. Spyr Tómas Stendorsson. Já, komin einhver hot, það náttúrulega Dogsson. Já, komið 1 hot hjá Arsenal. Það Höttipalli, kóngurinn, hann stattur í Birmingham akkurat núna. Player goals, Willem Þór Williamson, anytime. Jay Stansfield, anytime. Birmingham, já, hann er með alvöru bettbildir í gangi. Hötti, félagi minn, þetta er maðurinn sem vann tómamótið fyrir HK á 1998. Þetta er sá. Já, Leo Reyni segir, hvað segja plasskakfyrringar við þessu?
Býtu, sko, ég hef ekki gert Leo Reynisson nokkuð skapaðan hlut. Nei, hann einbeitir hann sér ekki bara að Hann virðist vera með sneiðar út allt. einbeitir hann sér, Keli alltaf eitthvað. Hann í alla þessa gæja. Já. Hann með sama hvað stórir og sterkir og miklir og allt þetta. Hann viður í alla. Býtu, má ég sjá þetta aðeins áttur? Arsenal, Chelsea... Já, Chelsea verðist ætla að vera Chelsea, þú veist, þeir verðast ætla að klúra þessu. Brighton miklu betri eftir 15. Þeir bara líklegir í 2-0. Það hefur betur kemst sér eitt kaldan bara fyrir þennan penning. Einmitt. Nú, já, við sögum frá því að það er komið 2 mörk í ensku, það er komið 3 mörk í ensku úrslitum. Brentford að vinna West Ham 1-0, Brian Mbeumo, Crystal Palace að vinna Everton 1-0 og... Sjáu Júgoslavien, hvernig er duglegur. Hann er fremsti maður í Keflavík. Já. Svo alltaf að hjálpa til. Alltaf að hjálpa til. Það er sem þetta snýst allt saman Ég er gamla eitthvað IQ upp á 10. Já. Samt duglegur. Sindri Snær, hann er fæddur á sem aldrei þar sem að mæður voru mikið að skýra Sindri Snær. Það þótti svona mjög framandi nafn á þeim tíma. Já. Og þeir eru nokkrir Sindrar Snæjarnir þar. Þetta var tískuna. Það var að bera snýmynd. Bullis ætla að sýna ykkur eitthvað meira. Hvað er með meira? Já, hér erum við. Þetta er að nýjasta í markmannsskalanum. Þetta er að nýjasta í markmannsbransanum. Hann er nýbúinn. Það er að snúa baki. Hvað gerist næst? Sko, nú eru Bullis bara að svíkja mig. Það er nú bara því miður þannig. Hvað gerist næst? Segja gárungarnir. Boltinn fór í netið. 60 leikur var að engum. Jájá. Það pirra mig að sjá þetta. Takk ég þetta skjánu, þetta pirra mig. Hann fipast. Hann fipast. Ok, með 300 pund á viku. Herri, ég fipaðist. Þannig á lokamínundinni. Þegar við hefum getið tekið 60 leikin. Ég fipaðist og setti bara baki í henn. En 840 market value á Manchester United á móti 65 hjá Twente. Já. Svo kom gæði bara En er ekki líka allir núna að gera jafntöfli í fyrstu umferð í Evrókeppni? Er Kamelin og Fransa? Keflingingar, Keflæk Nauðvörn, já Hver er liturinn? Sigur Hjörtur virðist ætla að halda spjöldum í vasa. Hann er alltaf með spreyið bara. Já, hann er með spreybrúsan, kláran Darren Ferguson og félagari Peterborough 2 Willum 0 Leeds 1, Coventry 0. Á ég að heyra í Höttapalla sem er á vellinum í Birmingham eða? Tommy Steindors, þurfum við ekki að heyra í Höttapalla? Erum við að spila þennan free flowing sem að þeir að tala um að þið síðast að gera? Já, eins og sé, það er erfitt fyrir okkur á grassi. Það er því miður. Við erum gerfugraslið. Þið eigið ennþá þennan völl þarna í Keflavík. Kamelin, já, hann er enda mjög góður í Keflavík. Grassið er mjög gott í Keflavík. Er það þannig? Já, ég er ekki með þetta ángríns. Kamel, framjá maður. Keflingingar Grínast það. Einhvað væru þarna yfir. Þetta Palli er að syngja og tralla í Birmingham. Jöllarinn hann hlæri ekki mikið núna. Hann er bara þetta er rétt. Er þetta ekki hendi eða? Nei, þetta var hausin á hann. Já. Þetta hefði líklega átt að vera víti. Sigur Hjörtur mista þessu. Vá, lukkan með Mosvellingum í liði. Hvað var henduðu niður og fóðu auka? Já, við hvetjum ekki til slíkra aðgerða. Verður Havertz lánaður út eftir jól, spyr Viktor Ernir Geirsson. Palmer í stöngina. Cole Palmer. Daniel var að pinga okkur, Blikar að jafna. Ekki var að Danni að pinga. Danni að pinga. Og 1-1 hjá Blikastelpum. Já. Nú, já, Baldvin Borgar skilar hlýrði kveðju til ykkar strákar. Baldvin Borgar. Ertu eitthvað að horfa á leikin í Laugardalnum með það? Já, ég er með annað auga á honum, já. Af því að það var nefnilega að koma mark. Það var að koma mark á Emirates. Hver skoraði? Saka keyrir inn á völlin, leggur hann út á Timber sem kemur í utanhlaupið, sending út í teig, býtur hann við. Martinelli, já. Þú þekkir ekki leikmanni? Gabriel Martinelli. Já, hann er mættur. Gabriel Martinelli. Hann er þarna eftir allt saman, Martinelli. Og leikurinn búinn að færast yfir á vallarhelming Keflavíkur. Lífið leikur við mann. Já. Þetta var vel tekið hjá honum. Mjög vel tekið hjá honum. Nú, Haraldur Jónni vill fá mínútu þögn fyrir þess að framistöðu Gunnar Birgis í hvað gerist næst. Cole Palmer.
Cole Palmer Þetta rángstaða, hann skoraði en Mikey Matt segir rangstaða. Það ekki? Sýnið þetta aftur Já, þetta er bara rólegur. Svo geðu glína hjá Brighton, sjáu þetta Nei, ég sé þetta ekki. Það er ekkert að gerast þannig á afturlning ekki ákveði Ánægði með Suðurnesjamanninn, hann tók stóran baug með sér. Hann vinnur ekki með 33 cm eins og Tommy Steindus, hann vill hafa þetta í penari dósum. Hann fór í sítina. Stóri túborgin. Nú, haldið að sé ennþá séns að Hallgrímur Mar fái alansleik? Leikur að káa? Ég held að það sé... Nei, bara veit að það skipsir silt, já. Janúarleikir eitthvað. Já, mætti verðlaunan með því. Já. Ef það var verðlauna, þá mætti taka hann út úr þessu. Já. Hvað er að gerast? Það er síminn minn. Búlis, ég þarf síman minn. Annars get ég ekki gert neitt. Ég var aðeins að slaka á. Má sjá, er eitthvað að gerast meira? Birkir í Búlisar. Núna er Jackson. Núna er þetta mark. Þetta kemur að Palmer er hefna. Cole Palmer. Þetta er engin rángstaða. Cole Palmer að jafna fyrir Chelsea á móti Brighton. 1-1 er staðan þar, engin rángstaða þarna. Nú, við sögum frá því áðan að Arsenal eru komin yfir á móti Leicester. Gabriel Martinelli komið með yfir. Eru West Ham líklegir? Já, þeir liggja á þeim þessu staðinu núna. Kudus, nei. Kostum við þetta heima? Nei, Gunnar Birgisson á þetta. Nei, Hjörvar á þetta reyndar. Já, ég tekið á hann. Það er snilt. Já. Það er algjör snilt. Þetta er svona festing. Það verður ég að opna þennan, þá... Hvar farið þið? Er þið bara í kemi eða? Nei, þetta er í tölvutek. Já. Hvernig fór FIFA? Herðu, já, ég segja frá því að Aron Þormar er langbesti FIFA-spilari landsins. Hann vann hann Róbert í úrslitum. Minn maður Róbert hann þá að spila þarna. Já, hann er þá að spila þarna. Hann var þarna glæsilegur. Ég kenndi honum FIFA á sínu tíma. Já. Er hann af undirlendinu? Nei, hann var í Háteksskóla. Við erum í félagsmeðstöru og við greipum oft í pinnan. Hann stóð sér vel en hann tapaði úrslitaleiknum 1-0. Það var þannig að 1-0? Já, úrslitaleik. Já, þetta voru bara það góði gæðar. Það er bara, menn blikkuðu ekki. Það er þannig að menn mætast í þessu dæmi, þá vil ég báðu vera Real Madrid. Það var alltaf bara hvítt Real Madrid og mótið appisungulu. Þegar þetta er eiginlega bara ultimate team með hvernig sko leikmennur rankaðar þetta. Að Real Madrid er eiginlega bara ultimate team í þessu öllu saman. Er ekki bara... Eðlilega, ég meina... Hörðu, hvað er ekki þetta? Pace er allt í þessu, eða þú veist, hraði þar að segja. Já. Valur komið yfir á móti Víking, segir Danni. Í kvennabólta Valstelpur komnar yfir á móti Víking. Já. Hann sagði mikið var að Beljan bar, sendi það með, fylgdi eitt svona skeiti. Afturölding að sækja, sending tilbaka. Hvað er í gangi hér? Nei, það er bara allt með kjörum hér hjá Afturölding og Keflavík. Bíddu. Rólegheit. Já, þetta er. Þetta er bara þessi rólegheta leikur. Já, sem hann verður líklega fyrstu 70 mínútur. Fyrir bara að finna okkar manni í lappir hérna frammi og þá gerast hlutinir. Chelsea, hvað er að gerast hjá Chelsea? Mikey Matt. Hrannar, flott markvarsla. Markverðinni verða held ég í aðalhluturkum. Það eru töfrar hérna. Það eru töfrar í leik Chelsea og Nonni? Nei, betur, akkur gefur hann ekki? Hann er að því. Já. En er þetta rángstaða? Ég sverða stóra táið fyrir innan. Já. Jadon Sancho að skora fyrir Chelsea. Nonni hann er ekki gefað henni fyrra. Það var moment. Sjáum til. Hvað segir var? Það er engin rángstaða þarna. Engin rángstaða þarna í fyrra momentinu. Já. Í leik Chelsea og Brighton. Grimsby er búin að jafna. Yes. Já, svona á bekknum, en við fögnum samt í að þessi er búin að jafna. Hvað er þetta? En að skoða hvað gerðist í þessu marki sem að Chelsea, ég held að Jadon Sancho að vera að koma Chelsea yfir, það er svona mín tilfinning ákveðat núna. Er hann ekki með tána hérna? Já, þessi er fyrir innan, já. Ég er að segja það, stóra táin. Já. Hún er að svíkja. Jadon Sancho var líklega ekki að koma þeim yfir. Nei, Nonni er fyrir innan, eins og bara fyrsta gottið. Nonni er fyrir innan. Það ætlar ekki af Jadon Sancho að ganga áfram með staðan 1-1. Já. Búið að taka þetta mark af. Þorbergur Ólafsson spyr á hverju sé góði Keflvíkingur ekki vellum, það er að því hann er að vinna hér. Það er nú bara einu sinni þannig. Millwall að komast yfir á móti Preston, Stefán Teitur á bekk. Sjáðu Gulla með tæklu. Gekkjar. Lesi hann yfir, þetta er nú ekki eitthvað sem maður vill sjá á velli. Jó, þetta er. Það? Vilt ekki sjá þetta á velli? Hvað hefur bara knúsast? Já,
það er mannvinnurinn í mér aftur sem talar. Það er helvítis mannvinnurinn í það. Já. Hvað segirðu? Birmingham er búið að minka munin. Stansvíl. Það var spurning hver minkaði munin, var það ekki örugglega Willum með það? Sjáum til, það er ekki komið markaskorari þar. Mörkin dett inn í efstillinni, búið að skora í kvennaboltanum. Breiðablik að gera jafntefli, Valur að vinna. Það er svo sem breytir því ekki að það er bara úrslitaleikurinn næstu helgi á Hlíðarenda. Já, og eins og staðan er núna. Nottingham Forest að skora. Nottingham Forest komið yfir. Forest er komið yfir, eða hvað? Forest er komið yfir er ég að fá í eirað. Ég er samt ekki að fá það staðfest eins og þar. Já, þeir eru konur yfir. Hún er yfir. En það er verið að vara það. Willum Willumsson skoraði fyrir Birmingham. Vá, það er enda rosalegt. Já, það er alltaf að klappa í því. Það er Íslendingurinn í mér. Já, já, er það Íslendingurinn í þér? Já. Það er hann. Mér sýnist verið að taka, já, það er verið að taka markið af Nottingham Forest. Það er verið að taka markið af Nottingham Forest. Já. Búið að því. Já. Staðfest. Það að fáið mention frá Tom Brady. Líklega ekki verið Instagram story, pældi ég að fara kíkja síman Tom Brady mentioned you in his story. Já. Það er líklega Takk fyrir þetta Tomo. sko, ef að tölfræðin sem ég er að fá senda er rétt, að þá er hægt að reikna. Þú Sancho með töfrar að fá víti. Víti! Jú, Sancho er á víti. Hann gerði þetta fáránlega vel, ángríns. Chelsea að fá vítaspyrnu. Mikael Neville og félagar í AGF í nágrannaslagnum við Rannes. Þetta er eitt svakalasti nágrannaslagurinn á Norðurlöndum. Rannes, AGF komið yfir og það er Mikael Neville, Iron Mike að skora. Carlisle komið í 2-0, 2-1. Mínum er í Carlisle. Já. Þeir eru svo erfiðir við að eiga. Sýndu eiðið en ekki gefin, Sko- Carlisle. Byrju, Axel Ingi, byrju, hvað með þetta? Kári! Hendi! Er hendi viti. Sigur Hjörtur, þú verður að flauta maður. Nei, Sigur Hjörtur ætlar ekki að vera í Það er rosa aðalhlutverki. það held að bara Hann ætlar ekki sleppa að öllu Þetta bara. var Sindri brjóstkassi. byrju, ok. Síðast er ég vissi að brjóstkassi ekki hendi. síðast þú veisir, já, maður veit samt aldrei. Nei. Sko, tölfræðin á Arsenal-leiknum 75-26 í possession, 46-0 í dangerous attacks. Þú veist, það er þegar þú kemst inn á síðasta þriðjung andstæðings. Hvernig var þetta í seinni hálfleik? Sko, ég hef aldrei séð annað eins hjá í liðum þar sem Sástu ekki seinni hálfleikin þegar hann í setti leiknum bakið þar sem í er boltann? í leiknum þar sem er 11-11. Má 11, ok, nýjar forsendur. Jæja. Sjá þetta núna, þetta kemur núna. Ég er sammála. hendi. Nei, brjóska sér ekki. Það er pjúra hendi. Það er grín, já, gleym. Keflingingar rændir. Hann er að taka höndina frá. Hann Hann er að taka höndina Þetta er náttúrulega staða. Gunnar Birgisson, náttúrulega staða. Hann er að Þetta er eitthvað rugglaður. Hann er að taka höndina frá, hann er bara að verjast. Þetta er rosalega yfirbyrður sem leik. Já, þið fer að tala um það. Chelsea Pæli, að skora. af hverju er Sigur Hjörtur? Chelsea að skora. Já, og víti. Cole Cole Palmer, frábært. En af hverju flautar hann ekki fucking víti? Dæmdu Sigur Hjörtur einn Nú, kannski ekki vera að allra blóta. besti dómarinn í bransanum. Nei, ég byrst að afsökur á því. En svo var þetta ekki bolt í hönd. Hönd í bolta. Maður veit alveg. Nei, maður veit Góða aldrei. punktur á En af hverju er Sigur Hjörtur á flautunni? Nú áhverju ekki. Góð dómari. Það er fullt af góðum dómarum. Betur hann. Þarna hefur verið gott að vera með sprotadómara fyrir aftan. Sko, ef ég hefði sagt það sem að Maggi var að segja þarna núna, Hjórar þú veist, ég hefði ekki fengið það Hann er úr Keflavík. Já, ég Kunni ekkert svona. töð leifilegt þar. Já. En þetta er rosett. Einhverju að tala um að Keflingar séu 11 á móti 14 í Laugardalnum, hvort að það muni efla þá eða ekki, við sjáum til. Það er að styrkja En okkur. Mosfellingar eru í vesinni, alvöru vesinni. Við sjáum að fólkið á Doxon-spjallinu, þeir eru mjög reiðir. Arnar Freyr Sigþórsson segir aldrei viti, of stutt er færið. Þetta er ekki að stuttu færi. Veit ekki hvað hann á að gera. Það Taka er- af sér hendina. Nei, hann er svona. Á hann að taka af sér hendina? Nei, sjá, Ég spyr. hann er svona. Á hann að taka af sér Hann hendina? har verið með niðri bara. Niðri. Þetta er viti. Þetta var Þetta er alltaf bara pjúra viti. Já, já. Þurfum ekki að ræða. Á hann að Það er taka af sér. marki í bjöldildri. Watford komið yfir á móti Sunderland. Það var gaman að fá Watford aftur upp. Maður vill fá Watford aftur upp. Maður vill fá Norwich. Já, já. Er það ekki bara eins og að fá Keflavík upp eða? Já, Maður fær alltaf vatni með, það er alltaf fyrsta sem ég tekka á þegar Watford og Norwich er uppi, hvernig þau mætast. Báðir Hvenær leikin. er þessi leikur? Það er gaman að fara til Austur-Angli og sjá þennan. Má ég sjá.
bettin okkar svona ganga misvel, það verður að segjast eins og Það leit vel út á það, þetta jafntefli Chelsea Brighton en Herðu, má ég aðeins fá að betta hérna? Ég ætla bara að fá að setja Keflavík. Geti ég fengið að setja Keflavík? Geti Dóttur fútból fengið að henda á Kef? Því að þessi yfirburður, momentum allt, I love it. Ég að fá setja bara nógu mikið á Keflavík. 50 €, það er aldrei betta verið svo mikið pening. 100, sælar 100 € komnar á Keflavík. Ég sé bara eitlega á vellinu. Breiðablik komið yfir sér Daniel Ólafsson. Það komið það. Já, Daniel Ólafsson var að fara 1-2 yfir. Já. Ekki var að Sami. Ætli það hafi ekki verið Sami Smith. Svo búin að vera unplayable í smáranum. Andrea Rudd, já, Chelsea 3-1. Vá, litla markið maður. Þetta var mark, ekki þetta þrenna. Jú, þrenna. Cole Palmer þrenna. Þrenna og Cole Palmer. 30 mínúta, ískalt. Þetta var sturnu spynna, ok? Það er alltaf mér er alltaf kalt, mér er ekki kalt í dag. Ég sagði þykku góðu epic bet ullar peysu sem að með Daniel Ólafsson saumaði sjálfur. Hann var að sauma. Þetta er handsaumur. Já, þetta er handsaumurinn. Sér það hérna, handsömmur. Allavega, þá Chelsea að rústa Brighton. Segðu mér frá þessu marki, Mæki Matt. Þetta er bara aukaspyrna af, 28 metrar klínur í samskiptin. Engin sens fyrir Bart Verbruggen. Hann er svona nart í hann, en þetta er bara geggjuspyrna hjá honum. Samantha Smith búinn að skora í Kópavogi. Þetta er náttúrulega. Já. Skoraði hvað 4 í síðasta leika eða eitthvað. Hún var bara í fyrstu deildinni. Já, hún var í fyrstu deildinni. Já, það er bara... Hver sótt hann? Hver sótt hann? Það talaði hann mann. Það er rannsaka það. Er Kaja Tóm á bekknum hjá Blikum eða? Já, hún er bekknum. Bullshit. Við erum að hvíla hann aðeins. Við viljum Gott eiga neini. Eigin að ferska í úrslitaleikin. Sjá, það er 3-1 Breiðablik. Daniel Ólafsson segir að fyrsta markið FH hafi verið smokescreen. Nú. Svo kemur við 3 mark frá Breiðablik á einhverjum 10 mínútum. Svekalegt. KR Einherji að vinna KR í annari deild kvenna ákvörðat núna. Já. Ég held að það skipti alveg máli, sko. Þetta er, held ég, einhver úrslitaleikur. Siggi Helga að fylgjast með þessu fyrir mig. Saman það Smith kom með tvennu hjá Rosaleg. Sjá. Kúti sinna að taka 50 metra sprett hérna. Já, það er miklir yfirburðir í Laugardalnum. Búið að ræna Keflvíkinga víti í fyrri hálfleik, en það sem er nú aðalmálega... Þú heldur með Keflavík sér þetta? Nei, þeir áttu bara að fá víti. Nei, ég er að spyrja. Þú vilt að Keflavík hverju? Já, ég hef suðunis sem aður, þú veist hvernig það er. Það er bara fínt að fá það á hreint. Já, það er alltaf gott að hafa hlutinu á hreint. Já. Sjáum til hvað gerist. Það er svona aðeins að róast í Laugardalnum akkurat núna. Hörru, Chelsea að gefa markið eitthvað? Já. Vá, litla gjöfin, sáu þetta? Danny. Nei. Sjáu þetta, þið eru að horfa, þið eru að sína ykkur það. 3-2. 3-2, þetta er alveg leikur á Stamford Bridge. Gralinn sendi hann út úr vörninni. Alveg leikur á brúnni, 3-2 þar. Það er búið að gera með þessa húa þetta er eitthvað nýtt. Sjáum þetta Sanchez. Sanchez hörmuleg sending, sko. Þetta er gjörsum gjöf, sko. Sanchez maður. Hérna. Middlesbrough 1, Stoke 0. Það kemur alls ekki óvart, en það sett ég það. Herri, þú varst með það á selni. Segðu aftur Leipzig 3, Augsburg 0 kemur ekki heldur á óvart. Já, sjáum hvernig þetta fer með bettin hjá okkur í söllu saman. Hjörvar, Everton er að tapa, þannig að það er úti, en Chelsea og Middlesbrough er þægilegt inni eins og staðan núna. Er ekki Gunni lendur að það með yfir 2-5? Jó, veist ég búin að jafna komið á 33 mínútum. Chelsea er klárt, afturlík lítur vel út, svo er það bara Kajarinn. En þetta mun klikka á Kajarinn. Svo er það Kajarinn. Þetta mun klikka á honum, því miður.
Hversu fyndið væri það að Kæjarinn verði sjá sem að brýtur Gunnar Birgisson? Það var ekki í fyrsta skipti. Chelsea kláraði mér 1 mark frá Arsenal og Sindri alltaf að fara að choppa eitthvað niður. Já. Það er bara 30 upcoming. Þetta er gott. Er þetta kveðjuleikurinn hjá honum? Nei. Ok. Hvað ætlar að segja upp í Mosó eða? Nei, ég bara að spyrja, hvort er alltaf að halda áfram? Já, ég held að hann alltaf áfram. Já. Við verðum að vona það. Þetta er svona aðeins að snúast í Laugardalnum. Afturhalding er svona aðeins farið að reyna að halda í boltan og þeir eiga sett fyrsta innkast núna framarlega á vellinum eftir 35 mínútur. Það er bara mjög langt sinni fórinn á síðasta þriðum. Þeir lita tilbaka. 3-2 hjá Breiðablik. F.A. að minka muninni í kvennaboltanum. Daniel Olsson kallar þetta inn. 3-2 í kvennaboltanum. Brighton er hótað í að jafna og er að yfirmarkið hérna. Welbekin að berja staðan 3-2 fyrir Chelsea. Mikið af mörgum. Samano segir win this Keflavík. Stuðningsmenn Keflvíkinga koma allstaðar af. Hvaðan er þessi? Erik Þorsteinsson segir Doc Curse á Keflavík. Konguló bara búin að loka sig út? Er ekki text meira? Kongulóin er alveg að detta þinn. Treebag segir blóta meira. Það vil meira blót. Og menn eru svona farið yfir þetta. Hvað er stuður á 5-5 Chelsea Brighton? Spyrir einn góður hér. Það geti alveg gest með hvernig þetta er að spilast akkurat núna. Strákar ætlaði þessi 3-1 sigur hjá Wayne Rooney í gær. Svona eitthvað teika á hann. Bítu. Jökull er það Jökull Andri halda afturheldingu inn í þessu? Kai Havertz að sneiðan fram hjá stönginni hérna, skalli, bam. Laflaus blóðlítið skalli fram hjá. Nei, hann var nefnilega mjög fastur. Ég er að horfa á þetta er laflaust. Hann skoppar, tvísar hann fyrir út af. Bítu, hvert var Rooney aftur? Ég er Aron Jó og Gullu Fannar. Þeir eru báðir Hafnarfirðinum. Ekki Haukarar? Jó, en ekki. Þetta var nú rángstað. Hægri bakkurinn býta eins. Hægri bak spilar hann restaðan. Tekur þannig í ennið. Já, alvöru leikur. Sjá hérna. Gullu Fannar tekur aðeins utan Aron Jó. Þetta er nefahögg í andlit. Nei, hann er svona faðmaðurinn aðeins. Daniel Örd spyr hversu mikið á Antoni inni. Hann á hellinginni. Það er alveg ljóst. Þess vegna er ég líka bara út á morgun að styðja hann. Sjá. Veitu hverju verða á Old Trafford? Það er Chelsea er að detti. Þeir eru að hóta. Nonni! Frammi á maður. Það er skipting á Keflavík. Það er eitthvað að riðlast. Ekki er þetta Kamelin. Hann var veikur eins og ég sagði. Það er eitthvað að riðlast. Er Kamelin að fara? Já, ég var að segja. Það er Nárin. Kamelin maður 37 mínútur. Skipting. Við eigum aðra inni. Já, þetta er bara riðlar öllu liðunum ekki. Ég skil ekki að vera að spilunum. Og ég var að He got nothing to play for. Þú fóðið þá leikmann innan sem Já, auðvitað. Ég er að samgleðast Keflvíkingum. Þetta samgleðast okkur. Að sjálfsögðu. Eins frábæra hann var í byrjun tímabil. Þetta er síðasti leikur hans. Þetta er stór karakter, einn af þessu stóru karakterum í Keflavíkurliðinu. Hver er að koma inn á? Ari Steinn Guðmundsson. Skal bróður að sér? Ari Steinn Guðmundsson, úr hvaða bæjarfélag? Keflavík? Þetta er bróðið þjálfarans. Nei. Bróður hans var að broti illa á honum í Heyjum. Ingvar Raps. Já. Það eru fótbolta, það eru töfrar í þessum löpum þá. Já, ég held að hann geti alveg búin að vera geima svolítið í neðri deildunum. Ég var bara inni núna. Búin að fela hann neðri deildunum. Felan. Allt fyrir þennan leik. Við erum semst að fela hann fyrir þennan leik. Svo sendum hann aftur í neðri deildunar. Vinnum hann leik. Mörkin hafa aðeins hagstaðum. Hvað er eitthvað að gera Birkir í Búlis? Búlis Media er að fara yfir þetta með okkur. Millwall komið í 2-0 móti Preston. Stefán Teitur ekki í liðinu hjá Preston. Hann er á varmanabekknum. Willem Tvei og PSV Eindhoven. Sáleikur er hafinn. Rúnar að sjálfsögðu starter þar með annað augað á Laugardalsvelli. Fyrir í morgun unnu Bolton Crawley 2-0 og Reading vann Huddersfield 2-1
og í Championship-deildinni voru það Norwich sem var unnu Derby County, yes, og Blackburn 2-0 sigur á QPR. Hafið engan áhuga á miðsvæðinu afturöldinga? Þeir eru bara jættni. Nei, það er bara svo illa farið eftir gærkvöldið. Já, Leikurinn hjá Selfoss og KFA fór bara fram inn á miðsvæðinu, þannig að við erum að reyna að fara fram hjá Kári, takk hennir, ekki eftir rángstæðir. Nei, það enn það Keflingar sem að berja á þeim. Kannski að sé meðvindur þarna. Ef vindurinn sem að hjálpa Keflingunum, maður veit aldrei. Leeds að vinna Coventry 1-0. Leeds að vinna Coventry 1-0. Já, eitthvað að gerast hjá West Ham og... Nei, það svakalega lítið að gerast en svona West Ham ívið hættulegri. 9 tilraunir, 1 á rammarendar. Ef að þið takja Antonio út á í hálfleik, hver kemur inn á? Ég held að Summerville kom inn á, Owen upp á topp. Og ég vil frekar hafa það þannig heldur en Antonio. Hvað með Ings hann? Já, svo sem... Ég vil frekar hafa Ings en Antonio. Já. Já, ég held að Antonio ætti bara að fara að einbeita sér að nefalegum eða eitthvað áleika. Chelsea 4-2. Ferna. Ferna. Cole Palmer komið 4. Cole Palmer komið 4. Ég tók Nicholas Jackson inn. Ég líka. 4. Ég tók ekki. Ég veit ekki í huga. Hann bara að hóta metinu. 4 mörk á 40 mínútum. Það galið. Sko, Premier League merki metið er 5 sko. Hann komið 4 í fyrri hálfleik. Hann móti galopnu Brighton-liði, sko. Þetta getur alveg... Þetta einhver mestu óvarsleikur sögunar. Eigum að setja á Palmer skori. Sjáu við, verður bruggan. Hægt að setja á að Palmer skori? Eitt í viðbótið það. Sko, ekki kannski next, en anytime. Kjöldar hann klinikal, sjáu þetta. Anytime from here. Neglir sér nær. Þetta er leikmaður, Cole Palmer. Það er ótaf að segja það. Verður bruggan greinlega með þarna Onana sjúkdóminn. Sko, fyrir þennan leik er Sean Dyche líklegastu til þess að vera látin fara af þjálfurum í ensku úrstöldinni. Svo Gary O'Neill, lofið teki 3. Já. Er þetta búið kannski bara ef hann... Nei, ekki búið núna, sko. Nei. En þetta var svona leikurinn, ég gaf hann slaka, sko. Já. Þetta voru, þú veist, við vorum búin að spila við Chelsea, Aston Villa, City. En við þurfum að fá úrslit úr þessum. En er þetta að setja á next bara? Já, er það ekki bara? Er afturölding í... Jó, kynna hann. Byrja afturölding að segja. Er klaufalegt touch þarna, það sem að... Hann ætla bara ekki inn einu rytma og er í banni í sísta leik. Já. Misti bara 90 mínútur og hefði ekki sérst í sem fyrir ára. Misti taktin. Svo ætlum að henda á þetta hjá Cole Palmer að skora 1 upp og þá jafnar enda Premier League með sem að leikmenni svo Dimitar Berbatov og Andy Cole eiga. Er ekki að setja á næsti bara? Ef ekki setja bara á hann að skori. Er ég einhvern veginn... Það er bara búið að taka hann út. Já, það er búið að taka hann út, verðist þér. Ég bara skil það mjög vel að þetta er búið að taka hann út. Nei, það erum við bara með Brighton-leikmenn. Við þurfum að haka í Chelsea. Nei, Jackson, fyrir ekki það. Maður séu að þú fer niðar, það er bara 2, 3... Player to score, 3+. Maður séu að þú fer ennþá niðar. Akkurat. Þetta kemur inn eftir smástund. Já. Þú veist, Websterinn og Duncan í vörninni. Standa alltaf upp á miðju. Þetta er bara gjafir trekk í trekk fyrir Chelsea-liði, sko. Erum við að sjá eitthvað í docksóninu á Twitter, hvort það sé einhverjir á X-inu sig? Er einhverjir seðlar að detta þannig? Heldur betur. Það sem er Liverpool og bæðilið skora í Brentford. Það sjá... Stórminni minnstur, hann er með 3 seðla hér, hann Ímir Kallinn. Tjörfi Jónsson með all lóðrétt. Tjörfi Jónsson Tjör, eins og hann kallaði það stundum. Já, Tjörarinn. Vel back! Nei, þetta er... Hvað var slaðna? Það er hvað, 4-2 hér? Já, Velbeck var nálega að setja 4-3 þarna. Hvað er Sancho búin að skora? Fyrst að það komið 4. 0. 0. En hann er að... Það eru 0. Ég þurft Jackson mark, hann er komið með stóðsendingur hendar. En rosa... Þarf meira? Já, ég þarf meira. Hvað er gerast í Arsenal? Byttu. Það er 1-1. Það er 1-1. Nei, það er 1-0. Já, ég held að segja. Kannski er þetta eitthvað að fara að gerast þarna. Tvillir í 30. Kári inn og skerðslega. Þetta er alltaf eins, þessi er að fá hann alltaf þarna. Já, það þarf að hitta á ramman. Pizza í húsinu, Domino's Ace búin að fækka 2.
Tvær. Ég sko býtu, var þetta færi á hann? Býtu. Hann skrikar til á vellinum, þú sér að það þyrlast allt upp að þeim. Nei. Kári. Þyrlast allt upp. Hvað? Hann getur nú varla að láta sig hverfa. Annars skiptið í leiknum. Ég ætla að gefa hirti þetta. Rannes að jafna á móti AGF. Sko, En Gunnar, við erum bara alveg reynskilir. Ekki Keflavík miklu líklegri? Já, ekki miklu. Jú, hendi, endar svo stöðum. Sammála vera ósammála. Samano spyr Tómas Steindorsson, skammast þú þín ekki í dag fyrir að hafa tekið þátt í að bóla David Moyes út? Sko, það mikill minnskilningur að ég hef tekið þátt í því. Það verður stæðlega að vera... Já, það sneið frá þeim náunga. En það var bara komin tíma á þetta á síðasta tímabili. Algjörlega, en já, enginn veit hvað átt hefur fyrir en mist hefur. Jú. Það nú stundum svoleiðis. Hvað að gerast hjá... Það 2-0 Arsenal. Það Martinelli út í vinstramegin, sending fyrir og það ekki Leo Litti Trossard? Jú. Ég varst ekki að byrja eitthvað fyrir Saka. Martinelli með Marko stóðsendingu og það Leo Litti Trossard. Já, maður sem að kostaði, tók allan þátt í að kostaði þessi stíg á móti Manchester City. Leo Litti Trossard að koma Arsenal 2-0 yfir. Hálfleikur í Brentford West Ham. 2-0 í... Hálfleikur, já. Hann tekur þetta. Tommy. Hann tekur þetta bara. Leipzig 4, Augsburg 0, stóri leikurinn í Þýskalandi fer fram klukkan 16:30 í dag, leikurinn klukkan 16:30 í Englandi er Wolves Liverpool. Sko mig, það er eitthvað, ég með einhverja, Dominic Calvert-Lewin, hann er heill. Geti hann ekki skoraði seinna, ég spáði að fá að henda á hann, ef að hendi Dominic Calvert-Lewin. Bara svona þannig ég sé búinn að því áður við drögum okkur hlið. Það held ég fínt að bara anytime. Hann er ekki bara að skora næstur held ég. Það verður eitthvað, þetta er svona pjúrista leikurinn. Víti, hver er að fá víti? Nei. Brighton heldur að þau væri að fá víti, það er ekkert víti á þetta. Það er verið að syngja og tralla aftur að líka megin í stúkunni. Já, þeir eru að trú ekki eigin lukku að þessu ennþá inn í þessu. Og því sungið og trallað. 3 mínútur uppbót í leik Keflvíkinga og Aftureldingar. Enn eru það Keflvíkingar með boltan. Þeir eru svona að þreifa fyrir sér. Þeir ætla að eiga loka skotið. Þeir eru að stilla upp í loka skot Keflvíkingarnir. Koftún vandaði vinnur. Flottu bolti á Koftún. Keflvíkingar þjarma að Aftureldingu. Lifa þér fram í hálfleik er stóra spurningin í þessu öllu saman. Nú vil ég fara eitt langt. Já, nú vilja Keflvíkingar eitt langt yngast. Já, farið það inn með pakkan. Getur einhver kasta langt í Keflavík? Þessi maður, Ásgeir Páll. Er þetta Ásgeir Páll á bylgjunni? Nei, þetta er ekki hann, en sjáðu, fréttuna! Og hotspilna sem Keflvíkingar fá. Á sama tíma er hotn á Emirates vellinum og við veitum allir hvað það þýðir. Já, byrju, var ég ekki með alltaf hotnum á þennan leik? Jú, það eru komin, skal ég þið segja, það eru komin 6. Þannig að það er dottið í fyrri áleik. Aftur skila ég mínu í þessum bettbildir. 6-0 í hotnum. Búba, hvað með þetta fyrir markið? Já, beint á Fransa. Plassera. Ari, útlega hægri. Hvað er þetta að gera? Nei, þetta er góð bolt í ánum. Þetta var ekki vitlaust. Áfram þjarm. Fáðu góða bolta. Þetta er skotið. Við fáum það. Já, hotspilna að marki. Þeir er alltaf að lifa á líginni. Konar 20 sek yfir. Jökull Andrésson náttúrulega á einhverjum allt öðrum taksta en við höfum áður séð markverð í þessari deild. Það er ránt. Hann er reynda líka bara að standa undir. Hann er ekkert eðlilega góður í markinu. Já, hann er standa undir í stóru seðlunum. Hann er búin að berja þetta lið inn í úrslitakeppnina. Núna búin að berja lið inn í úrslitakeppnina. Fyrsti leikurinn hans var tapleikur á móti Keflavík. Nei, ekki búin aftur. Hvað er þetta? Já, þetta er, ég ána við Sigurhjort, ekkert að flauta af.
Yes. Það er nóg eftir. Skalla hann ekki í nakkan á Keflvíkingunum út? Mér fannst það. Hann sá þetta greinlega, fór að Mosó brósa þarna Það og væri nú alveg klassíst ef að þetta myndi nú vera Já, smiðshöggið. svona vægast sagt sangjast þegar það var 1-0 áleik. Ég held að það væri bara gott líka fyrir afturöldingu að fá Já. bara kjaftsökið. Hörðu, Afturöld. ekki út á flutana. Ekki um til flutana. Vandaði drengur. Húpa Fyrirgjöf. búpa. Burtu. Fransi, plassar það, öðru frá skot. Ekki senda með flutana. Flautana. Flauta. Hindur snær, ok, Vladen, hann ekkert. Nú kemur það. Flauta. Það er 0-0 í áleik. Dogsson ætlar að draga sig í hlið. Þetta er búið í Vestham, sem fyrirháleikur búin í Vestham. Já, 1-0 hrikaleg spenna þar. já, svakalega. Svakalega. Við fáum einhverja breytingar í hálfleik. Breytingar í háleik, Já. 2-0 fyrir Arsenal í Já, háleik. við kíkjum á stuðulina eftir hlið. Hver er á Vestham sigur? Ég held að það gæti borgað sig. Ég held að geta nefnilega marg borgað sig. Dogsson snýr aftur eftir 10 mínútur eða svo, nú eru 2 pítsusneiðar eða svo og áfram gakk.
Já, við erum mættir aftur hérna í Dogsónið góða og drengir. Ég var aðeins að kíkja á seðlana sem eru komin að inn í á X-inu með hashtaginu Dogsón og ég ætla að minna á það að ég veit ekki hvort ég sé mynd hér en við ætlum að gefa physical copy af FC25. Physical copy. Þau eru rare í dag því að þetta er alltaf mikið keypt online. Nei, ég er physical copy maður, sko. Við ætlum að gefa fyrir svona þann seðil sem að ef við vel einhvern sem dettur Birkir og Siggi eða ef að Bullish, hvað segir ég? Gefum það einhvern seðil sem dettur endur að sérið með okkur seðlinum okkar epic seðli og þá mun sannast þið fortkona að þeir ríku verða ríkari. Já. Seðil dettur og FIFA leikur. Og FIFA og EAFC, má ekki kalla þetta FIFA lengur? Já, ábyggilega ekki. Það myndi ég halda að mætti ekki. Ég var með risa FIFA móti í gær þar sem að þeir bestu á landinu komu saman og það sem segðu að vera mikla breytingar frá leiknum 24-25 aðalvesinnið, eða það sem er breyst er að það er erfiðar að gera skill í þessum leik og svo er komin AI-tækni í leikin sem lærir inn á hvernig þú spilar þannig að þegar þú ert að spila á tölvunum og pakkanir saman þá bara næsti leikur eftir þá erum við búin að læra triksin og hún verstin. Þetta er ekki lengur að taka hérna það var ykkur leikur sem spilaði og maður alltaf fara út í hotn einhvern veginn hamraðanum bara þar 90% líkur á marki. Það er búið. Það er mark. Vittu? Everton að jafna 1-1. Dominic Calvert-Lewin eða? Dwight McNeil, sábúinur heitur í upphafi tímabilsins, Dwight McNeil. Þetta er allt saman að fara að stað. Við erum að byrja í Laugardalnum, við erum byrjaðir á Emirates-vellinum, við erum byrjaðir á Brentford-vellinum. Hvað heitir hann? Liberty? Á Liberty-vellinum. Já. Og svo er þetta allt saman að fara að stað í brúnni Community Stadium. Nú er allt reynt hjá mér. Ég skipt treyju í hálfleik. Já. Ég fór úr Freddy Sears, ég er komin í J Links núna. Það er allt reynt. Sá átti 5 mánuði hjá Vestham. Ég fór úr Hallagum í Kalla Fimbo. Já, fór úr Hallagum í Kalla Fimbo. Og það má taka hérna minnseðil sem ég gerði það má taka hann og rífan kútusvarinn út af. Daniel Olsson var aðeins að láta okkur vita hvað var að gerast í kvennaboltanum. Þar er Valur að vinna sinn leik á móti Víking og Breiðablik að vinna FH og í þriðju deildinni eða C-deild þar er KR og Einherji að gera 1-1 jafntefli en við erum ekki með neinn tíðindi úr hinum leiknum þar. Sjáum að menn er að koma sér á völlin. Já, við vitum ekki tíðindin þar að segja í leik Hauka og Völsunga. Ég gerum ráð fyrir að Haukar sé að vinna það. Lester að minka munin. Mavdidi. Er þetta Wilfred Ndidi að skora? Sjáum hér og allar myndaverðina beint á David Raya var aðra vikuna í röðu eða nei, ég trúi því nú reyndar ekki fyrir en ég sé það. Ég trúi því nú reyndar ekki fyrir en ég sé. Hver er það sem ætlar að fara að bjarga öllu? Nei. Það er lagt sjá nær. Hann frös. What? Hann voru ekki út í hotni eða neitt? What? Hvernig greindu þetta fyrir okkur? Ég er að sjá þetta hérna núna. Er það Kai Havertz sjálfsmark? Hann var með Kai Havertz sjálfsmark. Er það ekki þannig að boltinn á leiðin á markið? Sáu þetta ekki í bikarúrslaginu? Ef boltinn á leiðin í markið þá er þetta ekki. Mér fannst hann ekki á leiðin á markið. Hann var ekki á leiðin á markið. Þetta er rosalega. Sko, ég skal nú reyndar Fáið checkmerkið á Havertz eða? Ég skal nú reynda að vera alveg hreinskil með það. Sko, Kai Havertz fyrir að fyrst að droppar niður úr línunni, þetta er fast leikadriði, aukaspyrna út af velli, hann droppar niður, hann ætlaði að leika hetju, fær sig hann boltar í sig og sjálfsmark. Þetta var mjög skrítið. Game on á Emirates. Þetta er, sko, nei, þetta er, það sem er merkilegt við þetta er að Leicester hefur held ég ekki ennþá náð skoti á markið. Þetta telst náttúrulega held ég ekki þá sem skot á markið ef þetta telur sem sjálfsmark hjá Já, en allavega staðan er 2-1, ég held að þessi stóra tölfræðin í þessu öllu saman 42 á móti 0,06 XG. Ok. Gæði. Já. 70 á móti 1, deyndur þessu takk. Voru eitthvað breytingar í leik afturöldingar og Keflavíkur? Nei, ekki sem ég sá. Það var náttúrulega bara þessi breyting hérna fyrir hálfleikinn. Gaman hefur.
Ég náttúrulega hlægi ekki að meðsl. Já, þú talaðir á hann að vera mannvinur. Eigum ekki segja að þetta hafi verið mátulegt á ykkur Keflvíkinga fyrir að reyna að kasta upp einhverju smókskrini hérna í morgun. Já, afturveldingað sækja. Þetta lítur ekki fyrir. Já, þetta er á grasi, ekki gerðargrasi, þannig að... Þessi sendika ratað á grasi. Já, ekki, gerðargrasi. Já, ég hugsa það. Köttbekkið. Ég hugsa það. Kári. Já, en leikið land allt. Ég held nú reyndar að... Hvar er þessi leikur Einherja og Kári? Er þetta bara á Vopnafirði? Já, er þetta Kári Einherji? Er þetta bara nei, þetta er auðvugt. Já, þá er þetta bara... Ég bara pæli ég spila þarna, þetta er geggjaður völlur. Já. Alveg verið ferðalag. 1-0 Fulham á móti Nottingham Forest. Þetta er afturölding. Já, þið finn. Enn og aftur. Greinlega það meðvendurinn er í þess átt, sko. Nei, þeir bara enn og aftur afturölding ekki að fylla tegin. Almennilega. Hver skoraði fyrir... Skipi komið guld. Oliver Skipi komið guld. Já. Herri, betur, hvað þurfum við þá? Sjáum latinn. Þá þurfum við bara markið frá Saka. Það kemur. Er það? Já, kemur vítu eftir. Það er nú... Já, hann lofar því hann Gunnar Birgisson að komi víti á eftir við sjáum. Strandar hann sá Gunnar? Já, þetta verðist alltaf að gera það, já. Nei, ég þarf eitt í úr. Já. Team goals, já. Ég held að vera með total. Við getum fengið 2 fyrir 1. Við getum fengið 2, þá trillist. Bittu! Já, Bóen. Nei, nafni Tómas Húsvögg. Hann skorar. Hann er bæði frændi minn og nafni minn. Og tók hann hringin. Já. En líka aflista. Já, þetta er marka nef. Fyrst það sem kemur upp harðfylgi. Já, hann er alltaf mættur inn í teig. Þetta er mættur Mós og taka sér til fyrirmyndar. Þessi er alltaf mættur inn í teig. Nafni, maður. Nafni er búin að jafna á G-Tech. Ég vissi þetta. Skiptum treyju. Pytu. J-Links. Þetta eru með það. Hvað er þetta? Nafni. Hann er svo... Bakið í markið. Það er engin hægt á rángstöðu eitthvað. Nei. Fylgin sér. 1-1 á G-Tech. Hver skoraði fyrir Fulham strókar? Ógeðslega vel gert hjá hann. Raúl Jiménez með víti. Ég var Párakan sem heita top 5 bestu CONCACAF leikmannum núna. CONCACAF er í dag stýrt af Christian Pulisic leikmanni AC Milan. Ásgeir Helgi með einleik. Hvað nú aðra? Ari, hérna á tinn. Jesús Kristum. Soft. Þetta er... Já, þurftu aðeins meira. Það er bara svo leiðis. Nú, Birmingham að jafna 2-2 gegn Peterborough. Það er vel gert hjá Ásgeir Helgi. Við veitum að Willum Þór Willumsson skoraði fyrramarkið. Hver skoraði núna? Það er stóra spurningin í þessu öllu saman. Áfram er leikið. Arsenal liggur á Leicester-liðinu. Eitthvað að gera Gunnar Birgisson? Bara hotn eftir hotn. Og er að koma eitthvað úr þessum hotspinnum? Nei, ekki neitt. Ekki ennþá. 9 hotn hjá Arsenal. Er ennþá að taka sama kerfi og móti City eða? Nei, það er nýtt í hverju hotn. Það var hrann eitthvað. Everton komi yfir 2-1. Já, með það. Calvert Lúin. Dwight McNeil. Hann var líka frábær á móti Aston Villa síðustu helgi. Tvenna. Já, það er í mér, blundar í mér Everton maður. Svona, ég hef alltaf haft tilfinningar. Lille. Já, það er alltaf tilfinningar þarna. Til Everton. Eitthvað klúður. Hvað er í gangi? Darraðadans. Gabriel, ég held að hann væri að skora þarna. Svo var ekki. Sérna sjáum við nú hotspyrnu afbrigði. Það er nú eitthvað í gangi þarna. Það er eitthvað þvaga. Kjöfum við eitthvað blokkering. Já, aftur hjá eldingunni. Sigur Hjörtur er með þetta á hreinu. Neini. Gulli, blessaður. Allt í standi. Hendi. Býtu nú við. Og Koftún. Alltaf mættar á vaktana, Úkraínumæðurinn. Arsenal ekki ferðið að skora þannig. Nú, Bjarki Viðarsson, vinnur okkar, hann er í baði að hlusta. Og lætur vita, hann er hérna guttu strókunum. Hann liggur í baði og hann kann að njóta sá. Leeds er komið í 2-0 yfir á móti Coventry og mörkin hrynja inn. Litla færið það sem að Jackson er að klikka á.
Varstu með hann í fantasy? Sjá, þetta bara svona fyrir opnum marki. Chelsea. Vildu fá víti fyrst? Býtu. Sjáum Erum við hinn áttina? Brighton vildu fá vítaspyrnu, kannski að vera að tjekka á þessum. Nei, mest að líti. Er þetta bara besti leikur tímabilsins? Það allan að líf og fjör á brúnni, 4-2 fyrir Chelsea á móti Brighton. Saka þrimunum í stöngina eða verja frá sér, Erum við að bjóða upp á Epic að Vestam skori fyrir 60 mínútu? Nei! Er það í boði? Hver? Að Vestam skori fyrir bara næstu 10 mínútum. Já. Þeir sko gjörsanlega þeir liggja á þeim sko. Fyrir 70.000 þá væntalega. Já. Það sé í búða. Fyrir 750 ég held Já, hver er 15? Þeir liggja á þeim sko. Þeir gjörsanlega liggja á þeim og búlismenn er að skoða hvort þið getið sett. Býtu, einnig þeir eftir 75 minutes. Já. Já, fyrir, þannig að áður en að 70.007 mínúta kemur hlýtur að vera. Já, Vestam verða yfir á 70.50. Já, það er stuðull 5 þar. Ég ætla að gefa bara smá bessalefi. Seta örfáar júrur á þetta. 8-5. Smá júrós á þetta. Já. Smá júrós á þetta, takk kjærlega. Býtu, hvað er að gerast núna? Erum við að fara í einhvern aukaspinnu á þetta á débóðanum? Aukaspinna á Við fara til í Laugardalinn? Já, það er ekkert að gerast svo sem í Laugardalum. Það er... Jú, það er bara döðafæri. Einhver hauslaus svona Mósabrósi. Já, Ólafur Berrum fær hérna guld. Já. Sjá þetta, gali, frábæra gert hjá Sindra þarna. Já, við höldum áfram að skoða hvað er að gerast. Eru Vestam, eru þeir á banka? Já, þeir eru á banka reyndar. Nei, þetta er nú bara einkast. Fyrsta skipt sem Brentford komast á þriðja helming Vallanes í seinni sko. Það er bara einkast. Það er sett frá því að Keflvíkingar eiga aukaspyrnur í eftir utan en ég myndi segja að líkurnar í fyrstu deild á Íslandi þessi skora á þessu færi séu litlar. Maggi Matt, hver að fara að taka þessu aukaspyrnu? Mladen. Og þetta er Balkan? Austurar, já, Balkaninn. Það eigur líkurnar. Það eigur aðeins líkurnar en Jökull í markinu. Ég held hann setja hann í markmannsvotni. Hann reynir allavega setur hann yfir markið og Gunnar Birgisson var rólegur hérna hliðina á mér. Hann var sali rólegur. Já. Það var ekki mikill æsingurinn í okkar manni þarna. Það er ótt að segja það. Saka í hliðanindi. Það er alltaf yfir markið djöfullin að hafa það. Nú, Saka að setja hann yfir markið. Er ykkur fleiri mörk, Birkir? Ertu með fleiri mörk fyrir mig? Heitinheim að komast yfir móti Mainz einum færi. Já, það er hægt að spila fótbolta einum færi og gera það vel eins og hákáliði síndi í vikunni. Palmer, inn á Nonna. Kólitli Palmer. Nonni! Ó, þetta er frábær björgun hann maður. Kólitli Palmer að koma sér í færi. Webster að berga þessu hana. Nú í kvennaboltanum þar er Valur að vinna Víking bara 2-1. Víkingar hafa minkað munin þar og Breiðablik að vinna FH 3-2 þannig að þetta er tæft. Ef Breiðablik vinnur og Valur gerir jafntefli þá eru Breiðablik Íslandsmeistarar. Nei. Þá er nefnilega 14 marka bóðferð. Þá er kósi að mæta á hlýðarenda og reyna bara komið í markatöluna. Það verður gaman. Ég myndi hafa gaman að því. Komið og reynið að rústa okkur verði ykkur að góðu. Ég sé að búlismenn er að vinna í fleiri mörkum. Chelsea mennir hérna í sko, Arsenal er í sókn eftir sókn. En innvitt boltinn ekki, eða hvað? Saka að fá hann í tegnum. Snýr. Chelsea að detti í Varið, Hermannsson. Lucas Paqueta, er það eini Joga Bonito leikmaðurinn sem er eftir í brasilíski í Premier League? Já, það verður störa. Já. Og töfra. Sko, Gabriel Jesus svona fyrir áður en hann fór í þetta meðsladæmi, sko í byrjun tímabilsins fyrra. Hann er ekki Joga Bonito. Hann er ekki Joga Bonito. Nei. Hafið þið séð triksin hjá honum með hann? Hann er bröðóttur. Já. En í Wolves er engir Joga Bonito leikmaður þar. Sjáum peysutói þetta í Laugardalum. Ég nú ekki mikið fyrir það. Nei, þetta er svona Sigurður bara leifa þess að fljóta. Daniel, má ég hafa áfram á skjánum það sama og var Sindri, hætti að gera bara eitthvað.
Það byrja henda mér vel ef það lægi en annars með þið alveg sé hafa það sem þið viljið þarna. Við erum mér með í Dogzone, alltaf með gesti og þeir eru búin að færa yfir okkur annan leik og það eru sjóvarstöðar þarna líka ef þið hafið áhuga. Er hann að sleppa? Er þetta yellow? Þetta hlýtur að vera yellow. Nei, hann sleppur. Þetta er hans sem vera yellow. Já, þetta Á Sindra? Þetta er reynslutakstinn sem hann fer á þarna. Já. En þetta finnst mér bara pjúra yellow. Sérðu? Búm. Þetta er ekki smá svona collision. Þetta var ekkert. Huga að hag leikmanna. Hagur leikmanna, það er það sem að Tómas stendur fyrir. Gunnar Birgisson, mannvinurinn sem að hlæraði þegar Kamertur meiddur á velli, tók mér illa aftan læri og hann hlægiði mikið og alltaf mannvinur samt. Sló ekki að því. 4-2 fyrir Breiðablik. Breiðablik eru í góðum málum hjá stelpunum. Er Sami á þrenninu? Daniel Olsson, ætlaðir ekkert að hætta að skora spurningamerki. Já, það er snömmlega stóra spurning. Ég ætla ekki að hætta að skora. Ég get sett ykkur frá því að Inter unnu Udinese 3-2 og með þessum sigri eru Intermenn komnir upp í 3. sætið og jafnir Torino og AC Milan á stigum. Fonseca á toppnum á Ítalíu með þetta AC Milan-lið sem er áhugavert. Það sem að, hann er kannski ekki svo vinsælast í Milanaborg. Sjá. Já, Sami með assist, já. Þetta grunaði mann. Ertu komin í blakið? Nei, bara með dopið, völararnir að spila. Já, takk fyrir það. Vertu með blakið. Ég er alveg trifun að því. Já, það er bara 1-1 í hrinum. Þróttur Fjarðabyggð á móti Völsungi. Já. Sameiginlegt Þróttur. Það er rosað þegar Þróttur Nes þar voruð að spila með sameiginlegt lið. Já, það er held ég einhver. Þetta er sameiginlegt hverju þú? Þetta er náttúrulega bara fyrirnir. Já. Eskifjörður Reyðarfjörður. Ekki það sem við pjúristöndum vildum heyra. Þróttur Nes er náttúrulega svona dynasty í blakinu. Já. Það er aðeins rólegt akkurat núna. Við sáum frá því að Fulham er komið 1-0 yfir á útivelli á mútið Nottingham Forest. Fulham verið góðir. Töpuðu jú í fyrsta leik kannski eins og lög gerir ráð fyrir en síðan þá verið flottir. Hver skoraði fyrir Fulham? Var það Raúl? Raúl Jiménez. Hver laðu? Hver fiskaði vítið? Ég veit ekki. Já, var þetta víti? Já, ok. Ásakið. Það snýst þetta allt saman. Hausin á mér er annar staðar. Cole Palmer er fyrsti maðurinn í sögunni til að skora 4 mörk í fyrri hálfleik. Það eru heldur betur tíðindi. Þarna. Það er komið næstu skor. Verður ekki að taka það, Hjörvar? Ef ekki segja að hann skori. Bólis, nú þurfum við að setja hann aðeins í hleðsluðuna fyrir mig. Já, það er lítið mál. Það er að setja hann í hleðslu hér. Er þetta ekki... Ég var að kenna honum að það er smá föndur að setja hann. Halda spennunni á. Já, þetta er smá föndur svona. Já, ég held sér mig. En það er vonandi, ég held að... Já, stingur um í. Sko, það verður eiginlega, það þýðir ekki að halda á honum. Hann verður að liggja. Og þá ætti þetta er smá föndur bara. Cole Palmer hefur skorað flestu þrennurnar í sögu Chelsea og 3 ár og þannig Jimmy Floyd Tassebank, Didier Drogba og Frank Lampard. Það er mjög vel gert. Á Frank Lampard 3 þrennur. Já. Það er nefnilega heila málið í þessu. Já, það er stórt. Sturlaður fyrirháleikur hjá Cole Palmer. Gerir þetta líka á hvað? 30... Hann var 30. var þrenna, 40. ferna. Ef að fara í lítinn leik hérna, því félagarnir segir nöfn á leikmanni sem hafa spilað bæði fyrir Newcastle og Manchester City og þú kannski byrjar, Gunni. Newcastle og Manchester City. Þetta eru 13 leikmanni í sögunni. Gunni ætlar að byrja. Newcastle og Manchester City. Newcastle og Manchester City, kannski Gunnar Birgisson byrji bara og færi svo boltan yfir til þeirra. Þetta eru 13 leikmenn. Leicester var jafnan 20. Leicester að jafnan 20? Hæ? Það var. Og hvað er að gerast á Þetta er þó ekki vort Emirates vellinum? Hvað er að gerast? Hér eru að Vestamenn, við erum búin að spóla þess tilbaka sem fara upp vinstri vængin fyrir gjöf og það er stöngin inn James Justin ekki? Já 22
Hvað hann með tvennu? Hvað í gangi? Nei, en Didi skoraði 1. Okay. Það reyndar hálftíma eftir þessum leik og Arsenal vinna hann alltaf, en það gaman að fá spennu, ég skal viðurkenna það. Og það nú fyrir öllu. Í þessu öllu svona stórkostlegt mark hjá James Justin Gunnar Birgisson. Má ég nefni Gunnar Birgisson ætlaði að hugsa þetta mikið lengur með City. Leikmenn sem að spila bæði fyrir City og Newcastle. Gunnar Birgisson, gjör svo vel. Hann í áfalli, hann vissulega í áfalli en Gunnar Birgisson. Ég ætla Hvað byrjar? Hvor byrjar? Ok, þetta er á milli ykkar tveggja. Gunnar úr leik. Andy Cole, já. Ég ætla að segja Shea Given. Shea Given líka rétt. Tómi getur alltaf. Já, sko, ég þarf að gefa mig mínútu. Já. Það einn óþægur. Já, Joey Barton. Fljótur að hugsa. Helvíti fljótur að hugsa. Mátt hann eiga það. Já, hann óþægur. Sko, ég veit en þetta gaurinn sem Joey Barton buffaði, var hann ekki í báðum liðum líka? Frakkin hérna. Silvan Distan. Silvan Distan er rétt. Hann nú ekki, en já. Hann þetta, já. En þetta eru svo sem ekki stærstu nöfnin. Andy Cole, Sibierski, Craig Bellamy, Darren Huckabee, Dietmar Hamann, James Milner að sjálfsögðu. Já. Það er nógu nöfnum á það. Við skulum halda áfram að skoða hvað er að gerast í boltanum. Tölum boltan og einbyttum okkur að honum. Bullis í brasi ennþá, en... Já, það þarf að ná spennu á síman til að fá hleðsluna inn. Er eitthvað að gerast á Emirates-vellinum Gunnar Birgisson? Hvað er að gerast á Emirates? Jesus Christ. Hvað er að gerast á Emirates-vellinum? Bara ekkert. Bara boltinn gengum manna á milli og... Bara -1-5 hafði farið, Saka... Já, ég verið að segja, þú veist, ég hugsa að veðbankar, þeir hlæja dátt ef þetta endar svona. Hvað er á klukkunni? 65. Gladbach að vinna Union Berlin. Þetta bara eitt flottasta mark sem ég séð. Já, það var mjög snirtilegt. Það var svakalegt mark. Segðu aftur. Já, James Justin. Já. Órálega vel tekið. Náði stig á móti Wolfsburg. Þegar hann hitt hann, þá stemdi hann á hotfónan. Það kom hérna... Já. Körlið. Já. Kom að hlæga körl. En það þarf... Savinho ekki Jóka Bonito leikmaður? Spurja menn. Jú, hann er kannski... Það er næsta í. Já, næsti, en í Paqueta hann það líka að vera ákveðið latur ef maður alltaf er að Jóka Bonito leikmaður, sko. Jú. Þetta er þess að slitna í Laugardalnum. Það er að slitna í Laugardalnum og afturöldi aðeins að komast inn í þetta. Nú kannski fyrir þetta velta á formi, sko. Já. Sliðir í betra standi. Hvort liðum meiri breytt? Hvort liðum meiri breytt? Og ég meina Maggi maður, þú segja að Keflvíkingar væri ekki með mikla breytt. Það er ekki mikið á bekknum til að koma inn á. Nei. En Rúnar Ingi, það er okkur maður, hann getur komið inn á. Já. Blikinn knái. Það er ekki tíðindi í Mosó. Það var einhver sem heldur að þeir var að fara á víti Keflvíkingar, en svo var alls ekki. Engin vítaspyrna í Mosó, bara hotspyrna. En sækja Arsenalmenn. Og það er hotspyrna. Og þeir eru hættulegir, skeinuhættir í hotnunum. Og það töfra það. Jesus maður. Áfram gakk. Áfram með alla þessar leiki. 24 mínútur eftir. Ég ætla bara að koma að handakrikinn á Dóma er þægilegur svona þegar maður er að kíkja á þessu. Nú kemur blokkaringin. Já, bara hann. Kemur blokkaringin. Calafiori, fjær. Er engin orka hjá ykkur til að segja hratt afturöldingu? Hvað er að gerast hjá Arsenal? Trossart litli. Þetta liggur allt saman í loftinu. Haukar er að vinna Völsungi á stelpunum í annari deildinni. 2-0. Easy. En hvað er að gerast í Víkinni? Hvað er að gerast í Víkinni? Er eitthvað að gerast það? Það er Daniel Olsson sem er með allt á hreinu í Víkinni og samkvæmt honum þá það er 1-2 ennþá, já. Okay. Leiða valsmenn ennþá. Áfram er sótt. Við ætlum að kíkja hér á, hér er komin seðl, hver er þetta? Leo Reynis, yfir 2,5 í leiknum. Chelsea vinni Brighton. Bing. Oft tíms að skora. Yes. Það er bara Kára Sigfús. Leipzig, yes. Það er Kára Sigfússon og þá er það komið. Sko, eitt með þetta, ef þetta fyrir framleggingu, þá væntalega... Þá dettur Kára út. Þá dettur Kára út. Já, það er venjulega tími, er ekki á... Leikmaður að skora í... Þannig keppnin FC leikin hérna fyrir fram mig heldur áfram.
En ekki Arsenal örugglega að vinna XG-bardaðan í þessum leik? Það eru margir að veltaði fyrir sig hvað drikk Gunni að drekka og ég verið að drekka þetta líka. Vá, alveg nær þarna. Slækja á. Þetta var ekki rángstæða. Liquid Death heitir þetta. Liquid Death, þetta sódavatn en lúkar eins og eitthvað miklu harðara. Skemmtilegu drikkur. Horfa hér takk, sjáu þið. Kai Havertz með kúnstirinn í teig, sér þið. Tekur hann. Hann skoraði bara ekki þarna. Hann hitti markmann. Það var nú eiginlega afrek að hitta markmann. Eina sem þetta gera var ekki hitta á markmann. Þetta er nú bara nokkuð góð markvarsla. Hann dundraði í hann sko. The greatest comeback in history of sports. Já, Birmingham. Það stansfílding. 2-0 í 3-2. The greatest comeback in history of sports. Keyrða á hann. Nei, oi, hvað þetta var lélegt. Já, hvað var lélegt, segir þú ert að horfa á Ég er að horfa þennan hérna, ég er að horfa þennan skjá. Já, sér hérna. Dang. Nei, Er þetta ekki víti? Nei, þetta er ekki víti. Nei, þetta er alls ekki vítaspyrna. Hverju vilja víti, það er Brighton sem... Nei, já, bara Gunnar sem vildi víti, það var engin annar sko. Það er svona spurning. Úr 2-0 í 2-2. Líkt. Jöfn! Á heimavelli. Já, þetta er mjög leiligt. Ég myndi nú samt bara vera rólegur. Nei, bara, ég er eins langt frá því og hægt held ég bara. Sjá. En allt jafnt í Laugardalnum. Afturhelding verið að svona sækja í sig veðri mun betra frá afturheldingu í seinni hálfleik en í þeim fyrri. Og þeirra var svona, hvað er allan ekki síður allan að vera líklegir í seinni hálfleik, ekki komin eitt svona dauðafæri í seinni hálfleikin. Sjáum að... Hvað er á bekknum hjá Arsenal? Já, komdu með bekkinni áttur. Molde Tromsø 5-3. Skemmtilega. Molde 5, Tromsø 3. Molde er ekki nema 6 stigum eftir Bodø Glimt sem eiga leikti góða. Bodø Glimt búnir að hlaupa með þessa norsku deild. Já. KFUM Oslo. Er það Kristifélag ungra manna? Já. Það er það. Já. Kristi trúin er sterk í Noregi. Við erum með 2 svona lið á Íslandi, bæði Hauka og Val sem koma úr KFUM starfi. Jakob Kivior, Maldini Kakuri, Joshua Nichols, Jorginho, ég er bara inn á með Raheem Sterling núna, Lewis Skelly, Gabriel Jesus, Raheem Sterling og Ethan Vaniri. Kári, let's go. Símonas Tómas. Við erum svolítið þungir keflingar núna svonalega sko. Það? Já, mér finnst það. Við erum ekkert að ná að... Ég misti alveg fókusun á Laugardalnum þegar 22 markið. Já, þetta slóði ykkur í 20 markið. Já, ég skal bara viðurkenna það. Sjá að í kvennaboltanum stefnin allt í innan hreina úrslitareik Vals og Breiðabliks. Valur að vinna Víking 2-1 á útivelli og Breiðablik að vinna FH 4-2. KR einherji. Hvað ætli sé að gerast hjá KR og einherja? Siggi Helga að slaka á, hann ekki komið með þetta. Hann ekki með þetta. Martinelli, hvað gerast á hjá Arsenal? Ennin hotsprittan. Við möttum að fara í yfir 12,5 í hotsprittan. Það að horfa á Magnús Már veipa á bekknum, getur það verið? Nei. Það er bara ólíklegasti veipari bara... Nei, ég held að þetta var laumi veiparni á hann. Já, nei, það er ólíklegasti veipari sem hún finnir. Arsenal með 2.53 í XG, 11-0 í hóðnum. Underperforma XG settum 0,53, það er nú allt of sömt. Dekla Ræs með hóð. Sjá Kára. Nei. Er það að láta Deklan taka hóðnin? Já, viltu fá hann í setnubylginu út á debóða? Gabriel framhjá. Hvað er klukkunni? 72. Ég það mark fyrir 80 ef ég á að sofa rótt. Sjáum að ég myndi horfum á þennan. Hvað segirðu? Horfum 2-0 fyrir Middlesbrough á móti Stoke. Takk fyrir það. 2-0 fyrir Middlesbrough á móti Stoke. Kukureya að skora. Baldvin Jón Hallgrímsson mynd þetta og Arnór Gauti að koma inn á. Já, skelfurinn. Baldvin Jón með þetta know-how. Arnór Gauti geti
verið leikmann sem getur klárað svona leik. Já, geti breytt þessu. Geti breytt landslæginu. Það mikilvægt þegar svona mann Mark Cucurella að koma Chelsea í 5-2. Hvernig var þetta Mark Maggi Matt? Þetta bara hotspinna og hann rángstæður. Þetta mun ekki standa. Hann alveg góðan skrokkarna fyrir innan. Skoða þetta aðeins, hjórar. Hann að eiga leik lífsins í markinu. Sjáu þið hérna. Hermannsson. Já, sjáu þið hérna. Hann að gefa þeim færi hérna til að byrja með. Declan Rice. Já, kláraði þetta bara. Afturölding. Hvað hann að gera þetta í markinu? Við áttum ekki alveg á því sko, en sjáðu Kai Havertz, galopinn hérna, ef hann hefði bara lagt hann til hliðar. Havertz hefur ábúin að fundist hann sjálfur líklegri. Já. Það er tróðsagt. Herðu, Sterling. Já, Sterling komin inn. Raheem the Dream. Martinelli, Marko Stóðsending og Raheem Sterling komin inn á. Hvernig voru stuðningsmenn Arsenal þegar að Martinelli fór á velli? Hann auðvitað átt erfitt uppdráttur. Já, en he's one of our own, þannig að það var klappað fyrir honum, vel og innilega. Sjá aðeins hvernig staðan í þessu öllu saman. Nú eru bara en er þá ekki bara lesið að hann skori vinnurinn? Sterling. Já. Gunnar Birgisson að fá að setja Kokic. Hann er góður í þessu Kokic. Vá, þetta er góð bolti á honum aðeins. Vel trakka niður hann koftun eða? Afturhalding að banka. Gunnar Birgisson fá að setja á Raheem the Dream Sterling. Ég menn, er það ekki bara lesið? Jó, ég myndi halda það. Ég spyr. Ég myndi halda það. Næsti bara. Næsti, já. Næsti verður rosalega er Mikael Mudryk orðin austur-evróskur núna. Búin að snóða sig allur sko. Er hann ekki lengur með? Nei, hann er lítill. Já, ok. Hann er búin að snóða, hann er með hálstatúið ennþá, alveg klárt sko. Það hefur nú verið sorgarsaga í einhvern veginn frá byrjun. Tók að ljósilokkana. Já, með þetta. Næsti markaskori Raheem Sterling og það er Gunnar Birgisson sem pleysar þessu. Já. Er ekki komin 75. hjá mínum mönnum í West Ham. Hann er ekki spes. Er eitthvað að gerast þar? Það er ekki að fá sko. Já. Bítu. Þú ert að græða það? Nei, hann var með hérna að West Ham myndi vinna eftir 75 minútur. Já. Þannig að það lifir enn. Já, það lifir enn. Erum við slúin að kíkja Þurfum við ekki að fá í iPadinu hjá hann með möðinni? Þurfum við ekki að fá Sigur í andra? Já, þurfum við ekki að fá Vesthamleikin aðeins á þar? Já, við þurfum að fá hann aðeins á þar. Fáum aðeins, þetta er dautt þarna í Chelsea Brighton. Meðan spennan er á, hvað heitir völlurinn á Brighton? Nei, Brentford. G-Tech. Já, Community Stadium. Hver er næstur, spyr hann? Já, Ingsari, er komin inn á? Er Ings komin inn á? Við erum fyrst að kanna það. Já, hann hlýtur nú, annars væri hann held ég ekki í... Annars væri nú kannski ekki svona líklegur. Ég ætla aðeins að fara yfir það að liðið hjá Liverpool hefur komið inn. Luis Díaz, Szoboszlai, Sala og Diego Jota. Engin Darwin Núñez. Við sáum að Conor Bradley tók hann á fantasy-liðinu sínu og þá vissum henn að hann yrði ekki þarna. Það er ekki reynilega skemmtikraftur, Conor Bradley. Já, hann er... Þarna kemur hann. Herru, hann er þykkur og flottur hann Arnór-Gutti núna. Geðveikur skrokkur. Já, rosalegur skrokkur. Sævar Atli búinn að skila góðu dagsverki. Raheem, köttarinn á völlin. Er þið Maggi að klikka á þessu að þú gerir ekki skiptingu í fyrstu leikadri? Hóttn eða svona? Jésús Kristur maður, hvað er það? Sýnist að vera allt í lagi þarna. Leicester er skyndisókn. Leicester að banka. Jésús maður. Leicester banka og banka. Staðan er 2-2. 1-1 hjá Brentford og West Ham. 77, mér líður eins og það séu 13 sekundur síðan ég sagði 72 á klukkunni sko. Þannig að þetta líður hratt. Það líður hratt. KR er komin 2-1 hjá Stelpunum. Já. Og Haukar er í 2-0 í hinum leiknum. Þetta er í sédeild hjá konunum. Allt klárt fyrir alvöru úrslitaleik í bestu deild hverna. Hotspinna núna sem að afturölding á. Það getur verið hætta. 0-0 ennþá. Attempt 13-1 í fyrri hálfleik, 16-4 í seinni hálfleik.
í 29 attempts hjá Arsenal. Það ekki punktar fyrir það. Nei, ég veit það, ég er bara að segja, ég er að segja það, ég er að undirstrika það hvað það er daburt. Jacobi Birgir segir stundum, það að tölfræðin, hún er bara skraut. Já. Já, áður. Það er viti? Nei. Engin vítaspyrna þarna. Það er því þetta drengur, já. Ekkert á þetta. Já, upp. Áfram sækir, afturölding sækir upp hægri vængir, fyrirgjöf. Starta á línu. Upp. Artur Gutti! Fyrirgjöf! Sigurpáll Mörnberg! 78 á klukkunni! Sigurpáll Mörnberg! Þetta er að gerast! Allt með innkomu Arnór Gauta. Arnór Gauti kemur inn á Sigurpáll Mörnberg. Á hverju byrjaði þessi maður ekki? Sem skoraði náttúrulega þetta glæsilega mark Sigurpáll Mörnberg og móti Fjölni. Hákáingurinn Sigurpáll setur hann þetta. Og stúkan trillist. Stúkan hristist. Já. Þetta var svakar. Sáuð þið. Mögulega vítið þarna, skoðum það betur á eftir. Kemur hér. Og hendi. Þetta voru varað. Upp. Sérðu, býður. Kemur sendingin. Fallegu bolti á fjær. Skalli út. Fransari minn. Þetta er vel varið. Og fransari liggur. Er þetta vel varið? Já, það ekki. Já, hann verður að velja þetta. Bara stuttu færi og... Það er stuttu færi. Melbergin segur maður. Já, þetta er bara mín tilfinning alla vikuna. Stemningin með afturöldingu. Skemmtilegt fyrir eldinguna. Herri, þeir eru 10 mínútur frá því að skrifa söguna. Þeir eru 10 mínútur frá því að skrifa söguna fyrir bæinn. Hvað er alltaf að fagna? Svo nú ekki gleyma því að stelpuna Áslagur. Ekki svo Hvað er alltaf að fagna? Já, þetta er kallað fótbolta ekki. Fyrsta hlékarun er undirlaður viðreisnarfólki. Hvað er alltaf það að fagna? Það verður, ég held að vera ekki úti bara. Úti á Bæjartorginu. Það er það gott veður í Mosó núna. Þetta var rosalegt maður. Þetta betur senur í Laugardalnum þar sem að afturöldinga komið í 1-0 á móti Keflavík. En sótt, eitthvað að gerast á Emirates-vellinum? Það er ekkert að gerast á Emirates-vellinum, ekki neitt. Sko, ef þetta enda svona þá bara, þú veist, þá má Arsenal bara gera það sem þið vilja, sko. Já, það er... Ég er alveg tilbúin að fórna öðru hvoru. Stóra Mosó hjartað að tala hér. Þetta er gaman maður. Áfram sækja Keflvíkingarnir. Penn. Nei, Sigurður Hjörtur. En mér finnst fallega gert en þetta að hann spjaldar hann ekki. Það leifir þess að fljóta. Já, leifir þess að fljóta. Það er ekki alltaf, eða býtu nú við, er hann að spjalda hann? Nei, hann dæmdir ástuðaldi. Já. Þetta er alltaf ástæð. Já, þetta er ástæð, jú. Það er nóg að spurningum hér. Er allt þetta að fara taugum, spyr Alexander Gíslason. Og Jordan Ayew kom inn á fyrir Leicester. Er hann ennþá í boltanum? Já. Ok. Hann er alltaf í boltanum. Calafiori heppin að hanga inni, segir... Já, herðu, ég held að þetta sé rétt hjá honum. Mér sýndist að vera einhver reikistefna hérna á hann. Hann er á gulu, er það ekki? Hann var á gulu og fór í eitthvað skrítibrótinn á hann. Ég held að það sé rétt hjá... Hvað er að Víkingur? Já. Það er einhver sem biðji faglega umfjöllun fyrir Saudi-boltan sem hefst seinna í dag. Fáum hana síðar. Já. Ég verði með smá MLS-hotn hérna áður en að ræði búið að slakka á kameran. Ég sá Gatli, Guðmundur Atli Steinþórsson. Hann var í Jeddah gær. Sjá Benzema á félaga. Já. Hann mættur þangað. Það verið tók bara leikinn, flög beint heim aftur með Atlanta. Grimsby, Jafnar og Jason er komin inn á hlutabréfun og uppleið hjá Mósvellingum þessu stundina. Já, komin inn á hjá liðið Grimsby. Og þá fer þetta að gerast. Hvað segirðu? Pípa. Leeds 3-0 á móti Coventry. Öll augu á Laugardalnum akkurat núna. Saka fyrir niður. Er þetta ekki aukaspilna? Akkur er hann að gefa hagnað á þetta? Hann lítur að flauta núna. Þetta er bara aukaspilna. Býtu, hann gefur ekki aukaspilnuna. Nei, maður sjá. Þetta er skrítið. Sérðu? Saka, sárt þjáður. Hristir hausinn.
Sjá Halla, sjá Halli. Neglir, sjáðu. Hann var að fara neglu upp yfir. Þetta aukaspyrna. Er ekki? Já, stígur á hann. Það má ekki. Já, nei, þetta bannað. Já. Þetta bannað. Og það sem jákvætt líka við að fá afturöldingu upp fyrir HK. Því að afturöldingu mun aldrei mæta með gott lið í efstu deildina næsta ári, þannig að þá bara eitt sæti laust. Það 11 lið, það berjast þá. Þannig að ég sé þetta jákvætt. Þetta þarf að fara á TikTok bullish. Ég sé þetta sem jákvæðar vendingar. Já. Að því gefnum náttúrulega HK haldið sér upp. Já, að því gefnum þeir haldið sér upp. Það að segja. Það bara 50-50 akkurat núna. Nei, ég myndi segja að það væri 60-40. Gott að heyra. Uppi. Já, gott að heyra. Nú 3-0 hjá Haukum í kvennaboltanum í 7. deildinni. Það eru náttúrulega löngu komnar upp. Magna starf verið að vinna þarna á Ásvöllum. Nú í fyrstu deildinni þá eru Keflvíkingar að sækja, en það svo sem ekki neitt óbúslega hættulegir. Það voru bara að segja stanum svo það er ekkert að gerast hjá þeim. Nei. Og Mósvellingar eiga svar við þessu öllu saman. Já, sjáðu. Lætu leikinn fljóta. Já. Dífa þarna hjá okkur Mósvelling. Díaf. Hver var að koma að hvernig er boltan núna? Díaf. Já. Frábær bolti hjá honum. Núri. Sindri. Já. Afturöldingar eru bara að sparka boltan langt og út af þessi stundina. Vaneri að koma inn á. En Vaneri að koma inn á tjattið góða. Völarinn að fá skell í 4. hrinninu á móti Þrótti. Þannig að það 8 hrinna þar. Vandaðunir. Áfram sækja Keflvíkingar. Það bendir ekkert til þess að Arsenal vinni þennan leik, sko. Bara því miður. Af hverju ekki? Ekki nokkur skap. Mínus 1,5, þetta er alveg galið. Galið. Ekki bara það, ég held að hafi nú margir séð þarna að þetta var eitthvað 1.20 eða eitthvað. Margir hendi með í seðil held ég, sko. Já, bara aðeins til að bústa þetta. Já. Eitt búster. Já. Eitt má búster hérna. Þetta er þungt. Þá fara menn á bara Liverpool -1 í næsta leik. Já. Það bara byrja 16:30. Herðu, hann er að eiga leik lífsins í markinu, maður. Hermansen. Þetta var Vaneri með þetta skot. En Vaneri. Hvaðan er þessi Hermansen? Dani. Þetta er Dani. Er þetta ekki strákunum sem var í Brömbi? Já. Þetta var örgulega. Mats Hermansen fættu 2000. Þetta er bara ungur markmaður frá Ódense sem að spilaði fyrir Brömbi. Er hann frá Ódense? Hann er fættur þar. Já. En var lengi vel hjá Brøndby og fóru þetta upp með Leicester í fyrra. En sækja Arsenal-menn. Er þið konum með sóttjar og er bakverðið inn á? Mér finnst Saka bara að vera komin í einhvern svona indræðin hægri bakverð þarna. Já. Býtu nú við, Vaneri. Sá er að kúka. Boltinn á 4, Raheem Sterling. Raheem Sterling að taka svona Raheem Sterling dæmi þar sem að lefi boltinn bara skoppa rólegur mútur tegnum. Tilþrif sem við kannust við. Birkir, þú gólar leið og koma mörg. Og gólar á dóttoriðin leið og áfram gerist. Jesús maður! Ekkert að gerast hjá Keflvíkingunum. Keflvíkingarnir eru bara meðan negla og svo bara eitthvað fram. Boltan bara spynt eitthvað langt fram. En sækja Arsenal-menn. 86 og 20 á klukkunni þar. Arsenal leita og leita. Já. Finna bara ekkert. Það eru 10 gæjarinn í teig hjá Leicester, sko. Já. Og enn hótspildan sem að þeir eiga. Já, kera inn í teig, kera. Keflvíkingar. Touch, íti, eitthvað. Ok, vandaði vinnur, ekki fara í eitthvað ömulskott. Já, hotn, ok. Þú eru ekki að rusla markmannunum fram bara núna? Hvernig datt Bóa í huga að draga fram þessa húfu í þannig leik? Hann hefur bara... Ég er ekki búin að sjá. Hann hefur séð hann á og sjá... Bara svona mesta gólfhúa heimi með fyrir dúskarna. Já, það má ekki á fótboltavellinu. Hvað svo? Calafiori með skalla rétt. Nei, hann hefur varið þetta og þeir eru að fagna honum aftur. Má sjá? Fagna honum aftur? Já. Þeir skjóta líka bara þeir eru að skjóta hann í stuð. Þetta er bara að segja handboltanum. Sindri one time. Nei, ekki one time. Sindri, hundarlega spilna maður, Jésús. Sko, Arnór Gauti er að koma með rosa fínan kraftin í þetta afturöldingarlið.
bara líka í að verjast föstum leikar. Það er físík í gæða. Já, þetta svona Mikael Antonio, þeirra mósvillinga. Já. Holning. Sterkur strákur. Ertu að djóka á krótunum, hvernig þreytur þarna? Hann gullu. Viltu olbúa? Í hináttina. Já. Hann reyna að fiska hann út af og fær guldspjald fyrir leikaraskap. Nei, það bara... Jú, hann ekki gefa afturöldingar leikmannu. Bjartur Bermi. Arsenal var að fá 16. hornið sitt 16-0 í hotspinnum. 16. Hver hinn BBB-leikmaðurinn á Íslandi? Hver hinn? Birnir. En annar? Birnir Breki Burknason. Já, Birnir Bríða hættur reyndar. Þjálfari. Coach. 16 hotspinnur. Arsenal í stökustu vandræðum á Emirates-vellinum. Af hverju er þetta ekki stutt Sindri Snær Magnússon? Það er að Ara skjóta það. Enga trú á þessu? Þetta er alltaf fram með. Djöfull! Já. Skallið frá Kai Havertz rétti við markið. Afturölding aðeins 2 mínútum frá þessu öllu saman og ég nú bara að segja svo markið liggur allavega ekki í loftinu hjá Keflingunum. Sérðu, Kai Havertz hérna. Alltaf weak. Já, weak segir Tómas Steindorsson. Hvernig er þetta ekki bara ennþá stál í stál hjá mínum mönnum? Jú, ég held það. Síðan þá stál í stál þar. Fer Sami Kamel í liði efstu deild á Íslandur næsta ári? Nei. Þessi var fljótt svarað. Nei, hann fer ekki í það, hann hefur ekkert að gera þess. Afturölding neynir ástæðir. Þeir hefði getað að klára þetta hana. Sendingin kom bara seint. Leikmenn Leicester að glíma við krampa á 89. Gunnar Bergmann segir 16 hotspinnur. Úps, ég held að Arsenal væri svo góður í hotnum. Smá sneið á Gunnar Birgisson þarna. Ha, á mig? Já. Ég var bara að segja frá því að þeir væri búin með... Já, þetta var sneið. Arnór Gauti hefur kemur frábæri. Ekkert á þetta, þetta grínast. Nei, þetta er Maður leiksins. Er þetta dífa? Er þetta dífa, kannski, eða? Nei. Þetta er gult spjald. Já. En ekki á Sindra þó. Nei, Koftún. Er Sindri búin að fá spjald í þessum leika? Nei. Svo sleppið í þarna. Já, þetta er ekki fallegt. Arnór Gauti er búin að koma hrikalega flottur inn í þetta allt saman. Ég segi nú stundum að aldrei láta kappið bera fegurinn og ofið. Það er svo mikilvægt að passa upp á það. Hverju bætt við? Hvað kemur núna? Þetta hljóta ára 5. AMK, Elli, Svili. 3! Vilja syngja, þetta grínast það! Ég var ekki séð 3 bara síðan 2018. Hvað er að gera? Hvað er hann að tafi? Það var 3 ár. Þetta voru 3 en ekki 8. Elli Svili að svíkja maður. Vilja syngja Átnason. Já, ég bara... Hann fær símtal eftir leik. Hvað segirðu? Grímsby að skora 3-2-90. Kemur ljós, það gæti verið Jason. Það væri nú eitthvað. Típiskur Elli að drepa þetta bara 3 mínútum. Leicester alltaf klára þetta. Leicester að sækja upp hægri kantinn. En Gabriel. algjört klúður. Ég held í alveg, þetta er 5. skiptið sem Sindri fer á Laugardalsvöll. 4 bikarúrslitaleikir. Já. 1 sigur. Já, það er nú. Og var það í BF eða? Já, 17. Já. Tapar 14. Já. 18 langar maður að segja. Já. Nú sækja Keflingar, það er bara 2 mínútur eftir. Þú verður að koma með hann fyrir drengur. Það er minn að djóka. Ég meina svo minni. Arnór Gauti er orðið þreytur. En það væri bara villið sem hann væri alltaf þetta. Nú bara teiknaði upp í kerfi. 7 mínútur. Arteta fekk 7 mínútur. Haraldur Guðmundsson fekk 3 mínútur. Þetta er þungt maður. Þetta er þungt, segja gárungar. Arsenal sækja. Bukayo Saka sem er átt erfitt uppdráttar í dag. Gefur hann inn á miðjuna. Bukayo Saka fær hann aftur, horfir upp. Bukayo Saka á Declan Rice. Inni. Hefur allan helvítis Það er ekkert að gerast hjá Keflingunum. Keflingarnir eru alveg að missa af þessu. Nú áfram er það Arsenal sem sækja. Þvílík heimkoma hjá Jökli Markið. Þetta er winner. Já. Var þið hrikalega vel tvisar í fyrra áleik. Ég ætla ekki að segja að haldið inn í þessu, hann gerði hrikalega vel. Hann er á alltöru leveli, þú veist. Hann er búin að spila þarna í miklu betri fótbolta en þetta, en eðlilega er þetta auðvelt fyrir hann. Nú, Arsenal sækja. Raheem Sterling.
Calafiori með hörmulegan bolta fyrir nú áfram sækja Arsenal, ekkert að gerast allt út á væng, við getum Kulli, hægt að horfa á þetta Ari Keflavík sækja, víti nei, hot Nú fáum við markmannum fram Gunni, hvað ert þú að horfa á hérna? Ég að horfa á Arsenal Já, Arsenal Leicester það er nóg eftir þar, það er alveg heilar 4 mínútur eftir í þeim leik, þannig að hverginar er búið þar. Það er bara stemming af afturlíku, þeir eru svo tilbúinir í það. Pep, gerir jafntefli, Arteta. Já. Tjók. Ásgeir. Hæði, býtu. Leggur hann. Ásgeir. Mamma Díaf. Nei, búið ábyggilega, búið, Afturöldinga komið upp, já! Get in, maður! Þetta Þorgeir Leó hann. Já, Þorgeir Leó. Já. En sem við kalla það pizzafæ Það sem mánudagur millendæ Það sem við gerum það sem við Það er eitt passjóngæðir hérna Þetta Þorgeir Leó, litla ástýra Það er eitt passjónspessi hérna Það er Arsenal skora Arsenal skora! Hörðu, það er Leó litið trósar! Hvað er þetta að segja, maður? Jörvar! Arsenal skora Jörvar! Heyrðu, þetta er að gerast alltaf á sama tíma. Þetta er besta mínúta í lífi bara Gunnar Bergis. Vá Núna stuðtæki Núna Herðu, 3-2 En býttu var það Leó litið Trossard Enn eina ferðina Nei, ok Enn eina ferðina, erðu Þetta var svakalegt Þetta er svakalegasta mínúta bara ever Sjáum hérna Nei, sjálfsmark Herðu, þetta er sjálfsmark Það er engin brotin í teig Engin rángstaða Þetta er sjálfsmark Já, eins og þið heyrið þá Það er ekki mikið Það er ekki mikið sagt núna Þetta Þetta er topp 3 mínúta í þínu lífi Já, ég get alveg viðurkennt það Þetta var svakalegt 3-2 Pep Guardiola -1 hann væri komin í stríð við Arsenal með stóran dag í dag risadagur fyrir Arsenal risadagur fyrir afturhendingu risadagur fyrir Arsenal risadagur fyrir afturhendingu staðfest úrslit að detta inn þetta er fyrir dagur hjá þú sért að sponsa þetta aftan á treyjurnar hjá afturhendingu Þetta er Birgisson Boys Wow. Þeir eru kallaði The Birgisson Boys Sjáum núna erum að fá staðfest úrslit Everton 2 Crystal Palace 1 Brentford 1 West Ham 1 Staðfestar tölur frá G-Tech Herðu, býta nú við, hérna kemur eitt langabolt Nei Ekkert að gerast þarna Saliba Hold my beer Saliba Þetta er búið á Emirates-sendunum, fengur 50 sekundur eftir og það er ekkert að gerast þar. En það var Leó litið Trossard sem var maður dagsins, ekki Sagan í Havertz. Það var sjálfsmark sem að klára þetta fyrir Arsenal í dag. En Gabriel Martinelli til ykkur leikur. Já, ég held að sé búið, alveg að búið á Stamford Bridge. 4-2. Alveg passion hjá... Gabriel Jesus fær nokkra mínútur. Megum við sína markið? Já, ég var að býða bara með, sleppa þið bara. Lævi leifir okkur að sína markið en við veljum nú bara hvort við viljum sína það ekki. Það er nú bara allt eitthvað góða að sleppa þið líka. Ég held ég að við tóknað hérna á hann. Já, það kemur ekki neinum óvart. Skemmtilegu dagur hjá Gunnar Birgissyni og þá fæ ég gott í hjarta. Það er nú bara einu sinni þannig. Það er það snýst þetta nú allt saman. Er þetta meistarasigur Hjörvar? Nei, það er nóg eftir þessu. Einmitt. Það er einu sem ég get sagt þér. Ég man eftir að þið fögnuðu einhvern meistarasigri hérna múti Bournemouth þegar að Rhys Nelson skoraði. Já, og ég var reynd að róa mannskapin niður og segja að þetta skipti engu máli. Man það eins og það hefði gerst í gær. Við ætlum að sjá hérna sigurmarkið hjá Afturheldingu. Á móti Keflavík, þetta er svo sem ekki fallegasta markið sem við sjáum en mark engu aða síður. Þetta var alltaf að fara enda einhvern veginn svona 1-0 hérna og bara
Þetta er vel gert hjá Melbergnum, ángríns Avernis, bara mættur hann inn í teg Tróða þessi yfir línu Margir hefðu bara verið farnir aftur tilbaka í verðina Nei, hann trúði Hann trúði Þessi óbillandi trú Leeds að vinna Coventry 3-0 það bara verið að búið þar þetta allt saman að verða að búið stórleikur í enska boltanum klukkan 4:30 Það er -1-5 með að detta maður Herðu, hvað er að gerast? Nei, býtu, Eru þeir að fíblast eitthvað í mér núna? Býtu Við erum að fylgjast með Arsenal Gabriel Jesus Ekki það þá Saka Má við sjá Ef það er Saka, þá teki ég þetta borð og flippa því Býtu, Leicester á bara innkast Býtu Nú er eitthvað verið að trolla mig Nei Býtum við Saka kemur hérna utan á Sjáðu Kai Havertz hér Þetta er seðillin minn hérna Ef hann kemur honum á Havertz Það er Kai Havertz Nei, býtu Það er verið að vara þetta Þeir eru að vara þetta Býtu Er búið að taka þetta af? Þetta hefur verið mikið fyrir þig líka Er búið að taka þetta af? En ákveðan hann að dæma? Sjáum ákveðan að dæma Engin ángstað Nei Þetta er sending frá Móterja Hann hélt þetta að við komum En ekki er hann að dæma brot? Þetta er löglegt mark Ekki er hann að dæma brot? Sérðu Það er ekkert til að dæma Jú, sérðu Getur verið að hann sé að dæma brot á þetta hérna? Þetta er ljóttækling Seinnin í hana Raheem the Dream Er hann að dæma brot á þetta? Þetta leitur allan að illa út hér En ef hann ekki dæma brot þá er þetta bara mark Brot Er hann að dæma brot á þetta? Gunnar kyrfilega setti niður á jörðina þarna Herðu Hann er samt með double win En sko Sjáum til hvað gerist hér Rángstæðis Nei, er engin ástæð Já Herðu, upp með seðilinn Herðu Anskotin Herri, maður sjá Herðu, það er Havertz Það er Eldingin, það er Breiðablik Það er Chelsea, þetta er náttúrulega Tíföldun Herri Er Hjörvar líka lendað? Ég er allur Hjörvar er Ég er allur. Já, Hjörvar er allur Tíföldun og áttföldun Já Segið þið svo að borgi sig ekki að horfa á Dogsson Vá Jesus, maður Við vildum aðeins svo mikið, við Maggi Ég er einum Sindra frá því, hann átti að vera að fá gult á hann Við vildum aðeins svo mikið Munið þið Sindra? Já. Það fyrir 30 Er búið að tjekka 100% á því að Sindri fekk ekki Já, hann fekk ekki gult Það er búið að tjekka á því öllu saman Þetta enda 4-2 Ég er að fjúpa mig sem einhvern besta bettara sem tegur Everton, þægilegt Chelsea, þægilegt Borough, þægilegt Já Mér finnst þetta að vera þannig að það er bara að vera svona takki inn á Epic Bet bara viltu elta Hjörvar og þá bara færðu alltaf seðlana mín Yes, please Þetta er bara að örgasta sem að Það er glæsilegt 4-2 sigur hjá Arsenal á Leicester magnaður leikur þar allt búið í enska boltanum Fulham unnu kannski sigur dagsins á útivelli á móti Nottingham Forest Bilun Everton 2, Crystal Palace 1 Chelsea 4, Brighton 2 Brentford 1 Þetta er lending Þetta er lending Þetta er lending Býtu hvað? Nei, hann á púlarinn eftir Hann á púlarinn eftir þessi Óðum Freyr Þetta er reppakappi Við erum að gefa Er það Óðinn sem að vinna? Þetta er reppa, já Reppakappi En hvað þarf þetta? Það er ekkert allt inni að það hjá honum Er allt inni hjá honum? Nema Liverpool Svo hér bil Já, það dettur Þetta er þetta ekki reppa? Þetta er reppakappi. Ég ætla frekar að gefa mér hennan hérna ef að þessi hver er ekki með Þessi Liverpool-leikur er ekki búin Ég ætla ekki að gefa hún neitt Er ekkert annað búið að lenda? Harður í horn að taka Nei, þetta er svona 97% Ég get ekki gefa hún þetta Ég er bara að fara að eiga Þú ert að fara að taka þetta heim í kvöld Ég er að fara að eiga þetta physical copy Þú þarf að sjá hvern sem að er að lenda þess Er enginn að lenda þess? Erum við virkilega að fara að gefa Óðunni þetta á þess að klári? Það er þó ekki nema Gunnar Birgisson fáið þetta Leo Reynis En ég Gunnar Birgisson geti tekið þetta Hann reyndi að tweetaði ekki
Tvítið ekki sko. Má gefa tölvutek, mega þér gefa Gunnari Birgisson þetta fyrir að vinna? Nei, reyndar eitt ég náttúrulega ekki með diskadrift þannig að gefðu þetta áfram Ég er með, nei, I got a diskless machine það? Já, ég held það Diskless machine Nei, það þurfti Kára Sigfús Ég keypti Er það ekki? Já, ég veit það, þetta er svo Jú, er ég ekki nótana? Ég hef ekki keypt physical copy bara af leik Hér var að spara þegar hann gaf þér eindaki Hann var að spara Hann fekk ekki diskadrif Ég báði það flótast sko Leon Reynis svarið Er Óðinn mættur í chatið? Óðinn er ekki sáttur Alvöru skellur Já, það er nú ekkert búið að ákveða þetta Ég er sammála, sko, þetta er vinur Bístarans Það er þetta frábæra spurning hjá hann Erik hérna Hvort Curse er hættulegra Doc Curse eða Drake Curse Það kemur Já, en ég nýfaldaði minn pening Já, vissulega Ég nýfaldaði hann Þannig að maður getur nú ekki verið neitt óbúslega ósáttu við þetta Dóttar fútból fer bara að kveðja Mosó og Mosó brósi nummer 1 Gunnar Birgisson er sigurvegari dagsins Nú fyrir við að koma okkur þægilega fyrir einhver sem ætla að setjast og horfa á bæinn á móti Leverkusen aðrir ætla að horfa á Wolves á móti Liverpool Dogsson snýr aftur klukkan 2 morgun Ég ætla að fara á Old Trafford þessi meiðsli á Rodri It made me believe, man Þannig að þeir eru að fara að vinna þetta Jökull er mættur og Gjallarhotni þarna Herru, Bístarinn er mættur líka Já, þessi er Bístarinn Já, við græðum þetta Eigum við að láta Óðinn hafa Óðinn Já Sorry, Gunni En það er Óðinn Já, af því að Liverpool er alltaf að fara að lenda Tölvutek, gefur þetta Já Og ég minni á Liquid Death Siggi Halls mættur þetta líka Þetta er allt rappakappar, eða ekki Minni á Dominos Ace Og að sjálfsögðu Gretzky hjá Movo sem að selur Microsoft Vélarnar góðu Sjáum við stemninguna hjá Mosó Ótrúleg stemning Ótrúleg stemning Herru, strákar, þetta var gett Takk Lígilegt Bara hérna Egil þurfti ekki Ég vil fá Egil Helga momentið Ok We're out